Hákasarguðspjall. Margir hafa tekið sér fyrir hendur að rekja sögu þeirra. Viðburðir gjörst hafa meðal vor. Samkvæmt því sem oss hafa flutt til menn frá öndverðu voru sjónarvottar og þjónar orðsins. Nú hef ég athugað kostgæfilega allt þetta frá upphafið og réð því einnig af að rita samfellda sögu fyrir þig, Guðvegi Theophilus, svo að þú megi ganga á skugga sannindi þeirra frásagna sem þú hefur fræðst Á dögum Heródesar, konungs í Júdeu, var uppi prestur nokkur að nafni Sakaría, af sveit Abía. Kona hans var og að vætt Arons og hét Elisabeth. Þau voru bæði réttlát fyrir Guði og lifðu vamlaus eftir öllum boðum og ákvæðum drottins. En þau áttu ekki barn því að Elisabeth var óbyrja og bæði voru þau hníin að aldri. En svo bar við röðin kom að sveit hans og hann var að gegna þjónustu fyrir Guði, að það félli hans hlut samkvæmt venju prestdómsins að ganga inn í mustrið drottins og fórna reykelsi. En allur fólksfjöldin var fyrir utan á bæn meðan reykelsisfórnin var færð. Birtist honum þá engill drottins sem stóð hægra megin við reykelsisaltarið. Sakaría var hvert við sín þessa og ótta slóa hann. En engillinn sagði við hann: Óttast þú eigi, Sakaría, því bæn þín er heyrð. Elisabeth kona þín mun fæða þér son, þú skal láta hann heita Jóhannes. Og þér mun veitast gleði og fögnuður, og margir munu gleðjast vegna fæðingar hans. Því hann mun verða mikill í augliti drottins, aldrei mun hann drekka vín né áfengan drykk, en fyllast heilugum anda þegar frá móðurlífi. Og mörgum af Ísraels sonum mun hann snúa til drottins Guðs þeirra. Og hann mun ganga fyrir honum í anda og krafti Elía, til að snúa hjörtum feðra til barna og óhlinum til hugarfars, réttlátra og búa drottni alltíðan líð. Sakaría sagði við engilinn: Af hverju get ég vita þetta? Ég er gamall og kona mín hníin að aldri. En engillinn svaraði honum: Ég er Gabriel, sem stend frammi fyrir Guði. Ég var sendur til að tala við þig og flytja þér þessa gleðifræg. Og þú munt verða mállaus og ekki geta talað til þess dags þetta kemur fram, vegna þess að þú trúðir ekki orðum mínum, en þau munu rætast á sínum tíma. Og fólkið beið eftir Sakaría og undraðist hver honum dvaldist í musterinu. En hann kom út, gat hann ekki tala við þá, og skildu þeir að hann hefði séð sýn í musterinu. Hann gaf þeim bendingar og var mállaus áfram. Og þjónustudagar hans voru liðnir, fór hann heim til sín. En eftir þessa daga var Elisabeth kona hans þunguð, og hún leyndi sér í 5 mánuði og sagði: Þannig hefur drottin gjört við mig, hann leit til mín að afmá hneisu mína í augum manna. En á 7. mánuði var Gabriel engill sendur frá Guði til borgar í Galileu, sem heitir Nasaret, til meyjar var föstnuð manni sem Jósef hét, að vætt Davíðs, en mærin hét María. Og engillinn kom inn til hennar og sagði: Heil vert þú sem nýtur náðar Guðs, drottin er með þér. En hún var hrædd við þessi orð og hugleiti, hvílík þessi kveðja væri. Og engillinn sagði við hana: Óttast þú eigi, María, þegar þú hefur fundið náð hjá Guði. Þú munt þunguð verða og son ala, og þú skal láta hann heita Jesú. Hann mun verða mikill og kallað sonur hins hæsta. Drottin Guð mun gefa honum hásæti Davíðs föður hans, og hann mun ríkja yfir ætt Jakobs að eilífu, og á ríki hans mun engin endir verða. Þá sagði María við engilinn: Hvernig má þetta verða? Þar ég hef ekki karlmanns kennt. Og engillinn sagði við hana: Heilagur andi mun koma yfir þig og kraftur hins hæsta mun yfirskikja þig. Fyrir því mun og barni verða kallað heilagt, sonur Guðs. Elisabeth framkona þín einnig orðin þunguð að syni í elli sinni, og þetta er 7. mánuður hennar sem kölluð var óbyrja. En Guð er engin hlutur megn. Þá sagði María: Sjá, ég er ambátt drottins, verði mér eftir orðum þínum, og engillinn fór burt frá henni. En á þeim dögum tók María sig upp og fór með flýti til borgar nokkurar í fjallbyggðum Júda. Hún kom inn í hús Sakaría og heilsaði Elisabetu.
Þá var það, þegar Elísabet heyrði kveðju Maríu, að barnið tók viðbragð í lífi hennar, og Elísabet fylltist heilugum anda og hrópaði hárri röddu: Blessuð ert þú meðal kvenna og blessuður ávöxtur lífs þíns. Hvaðan kemur mér þetta að móðir drottins míns kemur til mín? Þegar kveðja þín hljómaði í eyrum mér, tók barnið viðbragð af gleði í lífi mínu. Sæl er hún sem trúði því að rætast mundi það sem sagt var við hana frá drottni. Og María sagði: Önd mín mikla drottin, og andi minn gleðst í Guði, frelsara mínum, því að hann hefur litið til ambáttar sinnar í smæð hennar. Hérna af munu allar kynslóðir mig sæla segja, því að mikla hluti hefur hinn voldi við mig gjört, og heilagt er nafn hans. Viskun hans við þá er óttast hann, varir frá kyni til kyns. Máttarverk hefur hann unnið með armi sínum, og drembi látum í hug og hjarta hefur hann tvístrað. Valdhöfum hefur hann stiftað stóli og upphafið smælingja. Hungraði hefur hann fyllt gæðum, en látið ríka tómenta frá sér fara. Hann hefur minnst miskunnar sinnar og tekið að sér Ísrael þjón sinn. Eins og hann talaði til feðra vora við Abraham og niði hans ævinlega. En María dvaldist hjá henni hér bil 3 mánuði og sneri síðan heim til sín. Nú kom sá tími að Elísabet skyldi verða léttari og ól hún son, og nágrannar hennar og ættmenn heyrðu hversu mikla miskun drottin hefði auðsýnt henni og samfagnuðu henni. Á 8. degi komu þeir að umskera sveinin og vildu þeir láta hann heita Sakaría í höfuð á föður sínum. Þá mælti móðir hans: Eigi skal hann svo heita, heldur Jóhannes. En þau sögðu við hana: Enginn er í ættinni sem heitir því nafni. Bentu þeir þá á föður hans að hann léti vita hvað sveinninn skyldi heita. Hann bað spjald og reit: Jóhannes er nafn hans, og eru þeir allir undrandi. Jafnskjótt lögst upp munnur hans og tunga, og hann fór að tala og lofaði Guð. En ótta sló á alla nágranna þeirra, og þótti þessi atburður miklu tíðindum sætta í allri fjallbyggð Júdeu. Og allir sem þetta heyrðu festu það í huga sér og sögðu: Hvað mun barn þetta verða? Því hönd drottins var með honum. En Sakaría faðir hans fylltist heilugum anda og mælti af spámannlegri andagift: Lofaði sér drottin, Guð Ísraels, því að hann hefur vitjað lífs síns og búið honum laust. Hann hefur reist oss horn hjálpræðis í húsi Davíðs þjóns síns, eins og hann talaði fyrir munn sína heilugu spámanna frá öndverðu. Frelsunu frá óvinnum vorum, og úr höndum allra er hata oss. Hann hefur auðsýnt feðrum vorum miskun og minnst síns heilaga sáttmála. Þess eiðis er hans sór Abraham föður vorum að hrífa oss úr höndum óvinna og veita oss að þjóna sér óttalaust í heilaleik og réttlæti fyrir augum hans alla daga vora. Og þú, Sveinn, munt nefndur verða spámaður hins hæsta, því að þú munt ganga fyrir drottni að greiða vegu hans og veita líð hans þekkingu á hjálpræðinu sem er fyrirgefning synda þeirra. Þessu veldur hjartans miskun Guðsvors. Hann lætur upp renna sól af hæðum að vitja vor og lýsa þeim sem sitja í myrkri og skugga dauðans og beina fótum vorum á friðarveg. En Sveinninn óx og var þrótt mikill í anda. Hann dvaldist í óbyggðum til þess dags er hann skyldi koma fram fyrir Ísrael. Annar kafli. En það bar til þessa mundir að boð kom frá Ágústus keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin var gjörð þá Kýreníus var landstjóri í Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sinna borgar. Þá fóru Jósef úr Galilíu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davíðs sem heitir Betlehem. En hann var að vætt og kyni Davíðs að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom sá tími hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, baði hann reifum og lagði henni í jötu, af því að eigi var rúm handa þeim í gistuhúsi.
Henni sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýr drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá: Verið óhræddir, því sjá, ég boða mikinn fögnuð, sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur, sem Kristur drottinn, í borg Davíðs. Og hafið þetta til marks, þér munu finna ungbarn reifaðu og lagt í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneska hersveita, sem lofuðu Guð og sögðu: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli: Förum beint til Betlehem að sjá það sem gjörst hefur og drottinn hefur kunngjört oss. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarni sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því þeim hafði verið sagt barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðust það hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiddi það. Og hirðarnir snéru aftur og vegsumuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð. En allt var það eins og þeim hafði verið sagt. Þegar 8 dagar voru liðnir, skyldi umskera hann og var hann látinn heita Jesús, eins og engillinn nefndi hann áður en hann var getinn í móðurlífi. En hreinsunar dagar þeirra voru úti eftir lögmáli Móse, fóru þau með hann upp til Jerúsalem til að færa hann drottni. En svo ritað í lögmáli drottins: Allt karlkyns fyrst fæðist af móðurlífi skal helga drottni. Og til að færa fórn, eins og segir í lögmáli drottins, 2 turtildúfur eða 2 ungardúfur. Þá var í Jerúsalem maður Simeon hét. Hann var réttlátur og guðrækinn og vænti huggunar Ísraels, og yfir honum var heilagur andi. Honum hafði heilagur andi vitrað að hann skyldi ekki dauðan sjá fyrir hann hefði séð Krist drottins. Hann kom að tillaðan andans í helgidómin og foreldrarnir færðu þangað sveininn Jesú til að fara með hann eftir venju lögmálsins. Tók Simeon hann í fangið, lofaði Guð og sagði: Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar, heiðingum og til vegsamdar líð þínum Ísrael. Faðir hans og móðir undruðust það sagt var hann. En Simeon blessaði þau og sagði við Maríu móður hans: Þessi sveinn settur til falls og til viðreisnar mörgum í Ísrael, og til táks sem móti verður mælt. Og sjálf munt þú sverði nýst í sáli þinni. Þannig munu hugsanir margra hjartna verða augljósar. Og þar var Anna spákona Fanúlsdóttir af ætt Assers, kona háöldruð. Hafði hún lifað 7 ár með manni sínum frá því hún var mær, og síðan verið ekki fram á 84 ára aldur. Hún vék eigi úr helgidóminum, en þjónaði Guð nótt og dag við föstum og bænahaldi. Hún kom að á sömu stundu og lofaði Guð, og hún talaði barnið við alla sem væntu lausnar í Jerúsalem. Og þau höfðu lokið öllu eftir lögmáli drottins, sneru þau aftur til Galileu, til borgar sinnar Nasaret. En sveinninn óx og styrktist, fylltur visku og náð Guðs var yfir honum. Foreldrar hans ferðust ár hvert til Jerúsalem á páskahátíðinni, og þegar hann var 12 ára gamall fóru þau uppþangað eins og siður var á hátíðinni. Þau voru þar út hátíðisdagana, en þegar þau sneru heimleiðis var sveinninn Jesú eftir í Jerúsalem, og vissu foreldrar hans það eigi. Þau hugðu að hann væri með samfélagfólkinu og fóru eina dagleið og leituðu hans meðal frænda og kunningja. En þau fundu hann ekki og sneru þá aftur til Jerúsalem og leituðu hans. Eftir 3 daga fundu þau hann í helgidóminum. Þar satt hann mitt á meðal lærifeðrana, hlýddi á þá og spurði þá. En alla sem heyrðu til hans furðaði stórum á skilningi hans og ansvörum. Og þau sáu hann þar, brá þeim mjög, og móðir hans sagði við hann: Barn, hví gjörðir þú okkur þetta? Við faðir þinn höfum leitað þín harmþrungin.
Og hann sagði við þau: Hvers vegna voru þið að leita að mér? Vissu þið ekki að mér ber að vera í húsi föður míns? En þau skildu ekki það hann talaði við þau. Og hann fór heim með þeim og kom til Nasaret og var þeim hlýðinn. En móðir hans geymdi allt þetta í hjarta sér. Og Jesús þroskast af visku og vexti og náð hjá Guði og mönnum. 3. kafli. Á 15. stjórnarári Tíberíusar keisara, þegar Pontius Pílatus var landstjóri í Júdeu, en Herodis fjórðungsstjóri í Galileu, Filipus bróðir hans í Ítúríu og Trakonítис héraði og Lísanías í Abílene. Í æðsta preststíð Annasar og Keiafasar kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríassonar í óbyggðinni. Og hann fór alla Jórdansbyggð og prédikaði eiðrunaskýrn til fyrirgefningar synda, eins og ritað í bók Jesaja spámanns. Rödd hrópanda í eyðimörk, greiði veg drottins, gjörið beinar brautir hans, öll gíl skulu fyllast, öll fell og hálsa lægjast, krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur, og allir menn munu sjá hjálpaði Guðs. Við mannfjöldan sem fór út til að skýrast af honum, sagði hann: Þér nöðru kyn, hver kenndi yður að flýja komandi reiði. Berið það ávestið sambúana iðruninni og farið ekki að segja með sjálfum yður: Ég eigum Abraham að föður. Ég segi yður að Guð getur vakið Abraham börn af steinum þessum. Öxin þegar lögð að rótum trjánna, hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og í eld kastað. Mannfjöldin spurði hann: Hvað eigum við þá að gjöra? En hann svaraði þeim: Sá sem á 2 kirtla gefi þeim engan á, og eins gjöri sá matföng hefur. Þá komu og tollheimtu menn til að skýrast. Þeir sögðu við hann: Meistari, hvað eigum við að gjöra? En hann sagði við þá: Heimtið ekki meira en fyrir yður lagt. Hermenn spurði hann einnig: En hvað eigum við að gera? Hann sagði við þá: Hafið ekki fé af neinum, hvorki með ofríkinni svikum. Látið mæja mála yðar. Nú var eftirvænting vakin hjá liðnum, og allir voru að hugsa með sjálfum sér hvort Jóhannes kynni að vera Kristur. En Jóhannes svaraði öllum og sagði: Ég skýri yður með vatni, en sá sem kemur, sem mér máttugri, og ég ekki verður að leysa skóþöng hans. Hann mun skýra yður með heilugum anda og eldi. Hann með vatnsskófluna í hendi sér til þess að gjörhreinsa láfa sín og safna hveitinu í hlöðu sína, en hismið mun hann brenna í óslökkvanda eldi. Með mörgu orðum ámyndi hann og flutti línum fagnaðarbúðum. Hann vítti Herodis fjórðungsstjóra vegna Herodísar konu bróður hans og fyrir allt hið illa sem hann hafi gjört. Þá bætti Herodis einnig því ofan á allt annað hann varpaði Jóhannes í fangelsi. Þegar allur líðurinn lét skýrast var Jesús einnig skýrður. Þá bar svo við hann gjörði bæn sína að himinin opnaðist og heila randi steg niður yfir hann í líkamlegri mynd. Eins og dúfa og rödd kom af himni: Þú ert minn elskaði sonur, að þér hef ég velþóknun. En Jesús var 30 hann hóf starf sitt. Var hann eftir því sem haldið var sonur Jósefs, sonur Eli, sonar Mattats, sonur Levi, sonar Melki, sonar Janai, sonar Jósefs, sonar Mattatías, sonar Amos, sonar Naums, sonar Esli, sonar Nagai, sonar Mats, sonar Mattatías, sonar Semíans, sonar Jóseks, sonar Jóta, sonar Jóhannans, sonar Resa, sonar Serubabels, sonar Sealtiels, sonar Neri, sonar Melki, sonar Addi, sonar Kosams, sonar Almadams, sonar Ers, sonar Jesu, sonar Eliasers, sonar Jórims, sonar Mattats, sonar Levi, sonar Simeons, sonar Júda, sonar Jósefs, sonar Jónams, sonar Eljakims,
sonar Melea, sonar Menna, sonar Mattata, sonar Natans, sonar Davíðs, sonar Ísai, sonar Óbeðs, sonar Bósar, sonar Salmons, sonar Naksons, sonar Aminabas, sonar Admíns, sonar Arní, sonar Esroms, sonar Peres, sonar Júda, sonar Jakobs, sonar Ísaks, sonar Abrahams, sonar Tara, sonar Nakors, sonar Serúgs, sonar Reu, sonar Pelegs, sonar Ebers, sonar Sela, sonar Kenans, sonar Arpaksats, sonar Sems, sonar Nóa, sonar Lameks, sonar Metúsela, sonar Enoks, sonar Jarets, sonar Mahalels, sonar Kenans, sonar Enos, sonar Sets, sonar Atans, sonar Guðs. 4. kafli. En Jesús sneri aftur frá Jórdan, fullur af heilugum anda, leiddi andinn hann óbyggðina 40 daga, en djöfullinn freistað hans. Ekki neytti hann eins þá daga, og þeir voru liðnir var hann hungraður. En djöfullinn sagði við hann, ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú steinið þessum að hann verða brauði. Og Jesús svaraði honum, ritað er, eigi lifi maðurinn á einu saman brauði. Þá fór hann með hann upp og sýndi honum á augabræði öll ríki veraldar. Og djöfullinn sagði við hann, þér mun ég gefa allt þetta veldi og dýrð þess, því að mér er það í hendur fengið, og ég get gefið það hverjum sem ég vil. Ef þú fellur fram og tilbyður mig, skal það allt verða þitt. Jesús svaraði honum, ritað er, Drottinn Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Þá fór hann með hann til Jerúsalem, setti hann á brún musterisins og sagði við hann, ef þú ert sonur Guðs, þá kasta þér hér ofan, því að ritað er, hann mun fela englum sínum að gæta þín. Og þeir munu bera þig á höndum sér, þú steytir ekki fót þinn við steini. Jesús svaraði honum, sagt hefur verið, ekki skalt þú freista Drottins Guðsins. Og djöfullinn hafði lokið allri freistni, vék hann frá honum að sinni. En Jesús sneri aftur til Galilíu í krafti andans og fóru fregnar af honum allt nágrennið. Hann kenndi samkundum þeirra og lofaði hann allir. Hann kom til Nasaret, þar sem hann var alinn upp, og fór að vanda sínum á hvíldardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa. Var honum fengin bók Jesaja spámanns. Hann lauk upp bókinni og fann staðinn þar sem ritað er. Andi Drottins er yfir mér, af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sýn, láta þjáða lausa og kunngjöra náðara á Drottins. Síðan lukti hann aftur bókinni, fékk hann að þjónunum og settist niður, en augu allra í samkundinni hvíldi á honum. Hann tók þá að tala til þeirra, í dag hefur ræst þessi ritningi á hér niðar. Og allir lofuðu hann og undruðust þau hungnæmu orð sem framgengu af munni hans og sögðu, er hann ekki sonur Jósefs? En hann sagði við þá, eflaust munu þér minna mig á orðtakið, læknir lækna sjálfan þig. Við höfum heyrt allt sem gjörst hefur í Kapernám. Gjör nú hið sama hér í ættborg þinni. En sagði hann, sannlega segi yður, engum spámanni er vel tekið landi sínu. En satt segi yður að margar voru ekkjur í Ísrael á dögum Elía, þegar himinin var luktur í 3 ár og 6 mánuði, og mikið hungur í öllu landinu. Og þó var Elía til engrar þeirra sendur, heldur aðeins til ekkju í Sarepta í Sídónlandi. Og margir voru líkþráir í Ísrael á dögum Elísa, spámanns, og enginn þeirra var hreinsaður, heldur aðeins Neyman, sýrlendingur. Allir í samkunduhúsinu fylltust reiði, en þeir heyrðu þetta, spruttu upp, röktu hann út úr borginni og fóru með hann fram á brún fjalls þess, sem borg þeirra var reist á, til þess að hrinda honum þar ofan. En hann gekk gegnum miðja mannþröngina og fór leiða sinnar.
Hann kom nú ofan til Kapernaum, borgar í Galilíu, og kenndi þeim á hvíldardegi. Undruðust menn mjög kenningu hans, því að vald fylgdi orðum hans. Í samkunduhúsinu var maður nokkur, haldið af óhreinum illum anda. Hann æpti hárri röddu: Æ, hvað vilt þú oss, Jesús frá Nasaret? Ert þú kominn að tortíma oss? Ég veit hver þú ert, hinn heilagi Guðs. Jesús hastaði þá á hann og mælti: Þegi þú og far út af honum. En illi andinn slengdi honum fram fyrir þá og fór út af honum, en varð honum ekki að meini. 50 sló á alla og sögðu þeir hver við annan: Hvaða orð er þetta? Með vald og krafti skipar hann óhreinum öndum og þeir fara. Og orðstír hans barst út til alla staða þar í greind. Úr samkundunni fór hann í hús Símonar, en tengdamóðir Símonar var aldeikin sótthita og báði hann að hjálpa henni. Hann gekk að, laut yfir hana og hastaði á sótthitan og fór hann úr henni, en hún reis jafnskjótt á fætur og gekk þeim fyrir beina. Sólsetur kom allir þeir og höfðu á sínum vegum sjúklinga haldna ýmsum sjúkdómum og færðu þá til hans, en hann lagði hendur yfir hvert þeirra og læknaði þá. Þá fóru og illir andar út af mörgum og eftir: Þú ert sonur Guðs. En hann hastaði á þá og bannaði þeim að tala, þegar þeir vissu að hann var Kristur. Þegar dagur rann, gekk hann burt á óbyggðan stað, en mannfjöldin leitaði hans. Þeir fundu hann og vildu aftur að því hann færi frá þeim, en hann sagði við þá: Mér ber og að flytja hinum borgunum fagnaðerindið Guðs ríki, því að til þess var ég sendur. Og hann prédikaði í samkundunum í Júdíu. 5. kafli. Nú bar svo til að hann stóð við Genesaræfi vatn, og mannfjöldin trengdist að honum til að hlýða á Guðs orð. Þá sá hann 2 báta við vatnið, en fiskimennirnir voru farnir í land og þvoðu net sín. Hann fór út í þann bátinn Símon átti og bað hann að leggja lítið eitt frá landi. Settist og tók að kenna mannfjöldunum úr bátnum. Þegar hann hafði lokið ræðu sinni, sagði hann við Símon: Legg þú út á djúpið og leggið netið þar til fiskjar. Símon svaraði: Meistari, við höfum stritað í alla nótt og ekkert fengið. En fyrst þú segir það, skal ég leggja netin. Nú gjörðu þeir svo og fengu þeir þá mikinn fjölda fiska. En net þeirra tók að rifna. Bentu þeir þá félögum sínum á hinum bátunum að koma og hjálpa sér. Þeir komu og hlóðu báða bátana, svo þeir voru nær soknir. Þegar Símon Pétur sá þetta, féll hann fyrir knía Jesú og sagði: Far þú frá mér, Herra, þegar ég er syndugur maður. En 50 kom á hann og alla þá sem með honum voru, vegna fiskaflans, þeir hefðu fengið. Eins var Jakob og Jóhannes Sebedíus sinni, félaga Símonar. Jesús sagði þá við Símon: Óttast þú ekki, hérni frá skalt þú menn veiða. Og þeir lögðu bátunum á landi, yfirgáfu allt og fylgdu honum. Svo bar við, hann var í einni borginni, að þar var maður altekinn líkþrá. Hann sá Jesú, féll fram á ásjónu sína og bað hann: Herra, ef þú vilt, getur þú hreinsað mig. Jesús rétt út höndina, snart hann og mælti: Ég vil, verð þú hreinn. Jafnskjótt hvarf á honum líkþráin, og hann bauð honum að segja þetta engum. En far þú, sagði hann, sýn þig prestinum og fórna fyrir hreinsun þína eins og Móse bauð, þeim til vitnisburðar. En fregninum hann breytist út því meir, og menn komu hópum saman til að hlýða á hann og læknast að meinum sínum. En hann dró sig einatt í hlé til óbyggða staða og var þar á bæn. Dag nokkurn var hann að kenna. Þar sátu farísear og lögmálskennendur, komnir úr hverju þorpi í Galilíu og Júdíu og frá Jerúsalem, og kraftur drottins var við honum til þess að lækna. Komu þá menn við lamamann í rekkju og reyndi að bera hann inn og leggja hann fyrir framan Jesú. En vegna mannfjöldans sá þeir engin ráð til að komast inn við hann og fóru því upp á þak og lét hann síga í rekkjunni niður helluþekjuna.
beint fram fyrir Jesús. Og hann sá trú þeirra, sagði hann: Maður, syndir þínar eru þér fyrirgefnar. Þá tóku fræðimennirnir og farisearnir að hugsa með sér: Hver sá eða fer með slíka guðlaustun? Hver getur fyrirgefið syndir nema Guð einn? En Jesús skynjaði gjörla hugsanir þeirra og sagði við þá: Hvað hugsið þér í hjörtum yðar? Hvort auðveldara að segja: Syndir þínar eru þér fyrirgefnar, eða segja: Stattu upp og gakk? En til þess að þér vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu til að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamannin: Stattu upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Jafnskjótt stóð hann upp frammi fyrir þeim og tók það sem hann hafði legið á, fór heim til sín og lofaði Guð. En allir voru furðu lostnir og lofaði Guð. Og þeir urðu óttaslegnir og sögðu: Óskiljanlegt er það sem við höfum séð í dag. Eftir þetta fór hann út. Þá sá hann tollgleymdumann, Leví að nafni, sitja á tollgleymdubúðinni og sagði við hann: Fylg þú mér. Og hann stóð upp, yfirgaf allt og fylgdi honum. Leví bjó honum veislu mikla í húsi sínu, og þar sat að borði með þeim mikil fjöldi tollgleymdumanna og annara. En farisearnir og fræðimenn þeirra vönduðum við lærasvein hans og sögðu: Hvers vegna etið þér og drekkið með tollgleymdumönnum og ber syndugum? Og Jesús svaraði þeim: Ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég er ekki kominn til að kalla réttláta, heldur syndara til iðrunar. En þeir sögðu við hann: Lærisveinar Jóhannesar fasta oft og fara með bænir, og eins lærisveinar farisea, en þínir eta og drekka. Jesús sagði við þá: Hvort getið þér ætlað brúðkaupsgestum að fasta meðan brúðkaupinn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar ef brúðkaupinn verður frá þeim tekinn, þá munu þeir fasta á þeim dögum. Hann sagði þeim einnig líkingu: Enginn rífur bót af nýju fati og lætur á gamalt fat. Því að bæði rífur hann þá nýja fatið og bótina því hæfir ekki hinu gamla. Og enginn lætur nýtt vín á gamla belgi, því þá sprengir nýja vínið belgina og fer niður, en belgitin ónýtast. Nýtt vín ber að láta á nýja belgi. Og enginn sem drukki hefur gamalt vín vill nýtt, því hann segir: Hið gamla er gott. 7. kafli. En svo bar við á hvíldardegi að hann fór sáðlund og týndu lærisveinar hans kornögs, néru milli handana og átu. Þá sögðu farisear nokkrir: Hví gjörið þér það sem er ekki leyfilegt á hvíldardegi? Og Jesús svaraði þeim: Hafið þér ekki lesið hvað Davíð gjörði hann hungraði og menn hans? Hann fór inn í Guðs hús, tók skoðunarbrauðið og át og gaf mönnum sínum. En þau má enginn éta nema prestarnir einir. Og hann sagði við þá: Mannssonurinn er herra hvíldardagsins. Annan hvíldardag gekk hann í samkunduna og kendi. Þar var maður nokkur með visna hægri hönd. En fræðimenn og farisear hafðu nánar gætur á Jesú, hvort hann lækna á hvíldardegi, svo að þeir fengju tilefni að kæra hann. En hann vissi hugsanir þeirra og sagði við mannin með visnu höndina: Stattu upp og kom hér fram. Og hann stóð upp og kom. Jesús sagði við þá: Ég spyr yður, hvort heldur leyfilegt að gjöra gott eða illt á hvíldardegi, bjarga lífi eða granda því? Hann leit í kring á þá og alla og sagði við mannin: Réttu fram hönd þína. Hann gjörði svo og hönd hans var alheil. En þeir urðu æfir við og ræddu sín á milli hvað þeir gætu gjört Jesú. En svo bar við þessar mundir að hann fór til fjalls að biðjast fyrir og var alla nóttina á bæn til Guðs. Og dagur rann kallaði hann til sín lærisveina sína, valdi 12 úr þeirra hópi og nefndi þá postula. Þeir voru Símon, sem hann nefndi Pétur, Andrés bróðir hans, Jakob og Jóhannes, Filipus og Bartolómeus, Matteus og Tómas, Jakob Alfeusson og Símon, kallar vandlætari, og Júdas Jakobsson og Júdas Iskariot, sem var svikari.
Hann gekk ofan með þeim og nam staðar á sléttri flöt. Þar var stór hópur lærisveina hans og mikil fjöldi fólks úr allri Júdeu, frá Jerúsalem og sjávarbyggðum Tyrjósar og Sídónar, komið hafði til að líða hann og fá lækning meina sinna. Einnig voru þeir læknaðir þjáðir voru af óhreinum öndum. Allt fólkið reyndi að snerta hann, því að frá honum kom kraftur læknaði alla. Þá hóf hann upp augu sín, leit á lærisveina sína og sagði: Sælir eru þér fátækir, því að þið eru Guðs ríki. Sælir eru þér sem nú hungrar, því að þér munu sattir verða. Sælir eru þér sem nú grátið, því að þér munu hlæja. Sælir eru þér, þá menn hata yður, þá þér útskúfa yður og smána, og bera út hóhróður yður vegna mannsonarins. Fagnið á þeim degi og leikið á gleði, því að laun yðar eru mikil á himni, og á sama veg fóru feður þeirra með spámennina. En vei yður þér auðmenn, því að þér hafi tekið út huggun yðar. Vei yður sem nú eru sattir, því að yður mun hungra. Vei yður sem nú hlægið, því að þér munu síta og gráta menn, því að á sama veg fórst feðrum þeirra við falsspámennina. En ég segi yður, á mig hlýðið, elskið óvini yðar, gjörið þeim gott sem hata yður. Blessið þá sem bölva yður og biðið fyrir þeim misþyrma yður. Sláið því einhver á kinnina, skaltu að bjóða hina, og taki einhver yfirhöfn þína, skaltu ekki varna honum að taka kistilinn líka. Gef þú hverjum sem biður þig, og þann sem tekur þig frá þér, skaltu eigi krefja. Og svo sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður, svo skulu þér og þeim gjöra. Og þótt þér elskið þá sem yður elska, hvað þökk eigi þér fyrir það? Syndarar elska þá líka sem þá elska, og þótt þér gjörið þeim gott, sem yður gjöra gott, hvaða þökk eigi þér fyrir það? Syndarar gjöra og hið sama. Og þótt þér lánið þeim sem þér vonið að muni borga, hvaða þökk eigi þér fyrir það? Syndarar lána einnig syndurum til þess að fá allt aftur. Legi elskið óvinni yðar og gjörið gott og lánið án þess að vænta nokkurs í staðinn. Og laun yðar munu verða mikil, og þér verða börn hins hæsta, því hann góður við vanþakkláta og vonda. Verið miskunnsamir eins og faðir yðar miskunnsamur. Dæmið ekki og þér munið eigi dæmdir verða. Sakfellið eigi og þér munið eigi sakfelldir verða. Sýknið og þér munið sýknaðir verða. Gefið og þér munið gefið verða. Góður mælir, tróðinn, skekinn, fleitifullur, mun lagður í skautið þar. Því með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Þá sagði hann þeim og líkingu: Hvort fær blindur maður leitt blindan, mun ekki báðir falli í gryfju. Ekki lærisveinn meistaranum fremri, en hver sem fullnuma verður eins og meistari hans. Hví sér þú flísin í auga bróður þíns, en tekur ekki eftir bjálkanum í auga sjálfs þíns? Hvernig fær þú sagt við bróður þinn: Bróðir, lát mig draga flísin úr auga þér, en sér þú ekki sjálfur bjálkan í þínu auga? Hræsnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér, og þá sér þú glöggt til að draga flísina úr auga bróður þíns. Því að ekki fyrir gott tré berið slæman ávöxt, né heldur slæmt tré berið góðan ávöxt. En hvert tré þekkjast að ávexti sínum, enda lesa menn ekki fíkjur af þislum, né vínber af þyrnirunni. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði hjartans síns, en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. Að gnægð hjartans mælir munnur hans. En hví kallið þér mig Herra, Herra, og gjörið ekki það sem ég segi? Ég skal sýnaður hverjum sá líkur sem kemur til mín, heyrir orð mín og breytir eftir þeim. Hann líkur manni byggði hús, gróf djúpt fyrir og grundvallað þá bjargi. Nú kom flóð og flaumurinn skall á því húsi, en fekk hvergi hrært, vegna þess að það var vel byggt. Hann heyrir og gjörir ekki, líkur manni sem byggði hús á jörðinni á undirstöðu. Flaumurinn skall á því, það hús féll þegar, og fall þess var mikið. 7. kafli. Þá hann hefði lokið máli sínu í áhætt lýsins, fór hann til Kapernám. 100 nokkur hafði þjón sem hann mat mikils. Þjónninn var sjúkur og dauðvona.
Þegar 100 heyrði Jesú, sendi hann til hans öldunga gyðinga og bað hann koma og bjarga lífi þjóns síns. Þeir komu til Jesú, báðu hann ákaft og sögðu: Verður hann þess að þú veitir honum þetta? Því hann elskar þjóð vora og hann hefur reist samkunduna handa oss. Jesús fór með þeim. Þegar hann átti skammt til hússins, sendi 100 vini sína til hans og leið segja við hann: Ómaka þig ekki, herra, því að ég ekki verður þess að þú gangir inn undir þak mitt. Þess vegna hef ég ekki heldur talið sjálfa mig verðan þess að koma til þín. En mæl þú eitt orð og mun sveit minn heill verða. Því að sjálfur ég maður sem verða að lúta valdi og ræði yfir hermönnum, og ég segi við einn, far þú, og hann fer, og við annan, kom þú, og hann kemur, og við þjón minn, gjör þetta, og hann gjöri það. Þegar Jesús heyrði þetta, furðaði hann sig á honum, sneri sér að mannfjöldunum sem fylgdi honum og mælti: Ég segi yður, ekki einu sinni í Ísrael hef ég fundið þvílíka trú. Sendimenn sneru þá aftur heim og fundu þjónin heilan heilsu. Skömmu síðar bar svo við að Jesús hélt til borgar sem heitir Nain. Og lærisveinar hans fóru með honum og mikill mannfjöldi. Þegar hann nálgast borgarhliðið, þá var verið að bera út látinn mann, engansson móður sinnar sem var ekkja, og mikill fjöldi úr borginni var með henni. Og drottinn sá hana, kendi hann í brjóstum hana og sagði við hana: Grát þú eigi. Og hann gekk að og snatt líkburðurnar, en þeir sem báru námu staðar. Þá sagði hann: Ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Hinn látni settist þá upp og tók að mæla, og Jesús gaf hann móður hans. En ótti greip alla og þeir vegsumuðu Guð og sögðu: Spámaður mikill risin upp meðal vor. Og Guð hefur viti að líðsins. Og þessi fregn hann barst alla Júdeu og allt nágrennið. Lærisveinar Jóhannesar sögðu honum frá öllu þessu. Hann kallaði þá til sín 2 lærisveina sína, sendi þá til drottins og lét spyrja: Ert þú sá sem koma skal, eða eigum við að vænta annars? Mennirnir fóru til hans og sögðu: Jóhannes skírari sendi okkur til þín og spyr: Ert þú sá sem koma skal, eða eigum við að vænta annars? Á þeirri stundu læknaði hann marga af sjúkdómum, meinum og illum öndum, og gaf mörgum blindum sýn. Og hann svaraði þeim: Farið og kunngerðu Jóhannesi það sem þið hafið séð og heyrt. Blindir fá sýn, haltir ganga, líkþráir hinsast og daufir heyra. Dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðarerindi. Og sæll sá sem hneykslast ekki á mér. Þá sendimenn Jóhannesar voru burt farnir, tók hann að tala til mannfjöldans Jóhannes. Hvað fóruð þér að sjá í óbyggðum? Reyr að vindi skekinn. Hvað fóruð þér að sjá? Prúðbúinn mann? Nei, í konungssölum þá að finna sem skarkaðan bera og lifi í sællífi. Hvað fóruð þér þá að sjá? Spámann? Já, segi yður, og það meir en spámann. Hann sá sem ritað. Sjá, ég sendi sendiboða minna á undan þér. Greiða mun veg þinn fyrir þér. Ég segi yður, enginn sá af konu fæddur sem meiri sé en Jóhannes, en hinn minnsti í Guðs ríki honum meiri. Og allur líðurinn sem hann hlýddi og enda tollefndu menn, viðurkenndu réttlætið Guðs og létu skýrast af Jóhannesi. En farisear og lögvitringar gjörða engu áfram Guðs þá og létu ekki skýrast á honum. Við hvað á ég þá að líkja mönnum þessara kynslóðar? Hverjur eru þeir líkir? Líkir eru þeir börnum sem á torgi sitja og kallast á. Ég legum fyrir yður á flötu og ekki vildu þér dansa. Ég sungum yður sorgarljóð og ekki vildu þér gráta. Nú kom Jóhannes skírari, át ekki brauð né drakk vín og þér segið, hann hefur illan anda. Og mannssonurinn kominn, etur og drekkur og þér segið, hann mathákur og vínsvelgur, vinnur tollefndu manna og ber syndugra.
en spekin hefur rétt fyrir sér. Það staðfesta öll börn hennar. Farísei nokkur bauð honum að eta hjá sér og hann fór inn í hús faríseans og settist til borðs. En kona inn í bænum sem var bersyndug var þess vís að hann sat að borði í húsi faríseans. Kom hún þá með alabasturspöðk með smyrslum, nam staðar að baki honum til fóta hans grátandi, tók að væta fætur hans með tárum sínum, þerraði þá með höfuðhári sínu, kyssti þá og smurði með smyrslunum. Þegar faríseinn sem honum hafði boðið sá þetta, sagði hann við sjálfan sig: væri þetta spámaður, mundi hann vita hver og hvílug sú kona er sem snertir hann, að hún er bersyndug. Jesús sagði þá við hann: Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði: segð þú það, meistari. 2 menn voru skuldugir lánvænda nokkrum. Annar skuldaði honum 500 denara, en hinn 50. Nú gátu þeir ekkert borgað og þá gaf hann báðum upp. Hvor þeirra skyldi nú elska hann meira? Símon svaraði: sá hygg ég sem hann gaf meira upp. Jesús sagði við hann: þú ályktaðir rétt. Síðan sneri hann sér að konunni og sagði við Símon: sér þú konu þessa? Ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mína. En hún vætti fætur mína með tárum sínum og þerraði með hári sínu. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kissa fætur mína allt frá því ég kom. Ekki smurðið þú höfuð mitt olíu, en hún hefur smurt fætur mína með smyrslum. Þess vegna segi ég þér, hinar mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, enda elskar hún mikið, en sá sem elskar lítið, sem lítið er fyrirgefið. Síðan sagði hann við hana: syndir þínar eru fyrirgefnar. Þá tóku þeir sem til borðs sátu með honum að segja með sjálfum sér: hver er sá er fyrirgefur syndir? En hann sagði við konuna: trú þín hefur frelsað þig, far þú í friði. 8. kafli. Eftir þetta fór hann borg úr borg og þorp úr þorpi, prédikaði og flutti fagnaðarerindið Guðs ríki. Með honum voru þeir 12 og konur nokkrar læknar höfðu verið af illum öndum og sjúkdómum. Það voru þær María kölluð Magdalena, 7 illir andar höfðu farið úr, Jóhanna, kona Kúsa, ráðsmanns Heródesar, Súsanna og margar aðrar. Þær hjálpuðum þeim með fjármunum sínum. Nú var mikill fjöldi saman kominn og menn komu til hans úr hverri borg af annari. Þá sagði hann þessa dæmisögu: sáðmaður gekk út að sá sæði sínu, og þá hann sáði féll sumt hjá götunni og varð fótum tróðið, og fuglar himins áttu það upp. Sumt féll á klöpp, það spratt en skrælnaði af því að það hafði ekki raka. Og sumt féll meðal þyrna, og þyrnarnir spruttu einnig og kefðu það. En sumt féll í góða jörð, óx upp og bar 100-faldan ávöxt. Það svo meltur hópaði hann: hver sem meiru hefur að heyra, hann heyri. En lærisveinar hans spurðu hann hvað þessi dæmisaga þýddi. Hann sagði: yður er gefið að þekkja leyndardóma Guðsríkis, hinir fá þá í dæmisögum. Það sjáandi sjáu þér ekki og heyrandi skilji þér ekki. En dæmisagan þýðir þetta: sæðið er Guðs orð. Það er fjall hjá götunni, merkir þá sem heyra orðið, en síðan kemur djöfullinn og tekur það burt úr hjarta þeirra, til þess að þeir trúi ekki og verði hólpnir. Það er fjall á klöppina, merkir þá sem taka orðin með fögnuði, þeir heyra það, en hafa enga rótfestu. Þeir trúa stund, en falla frá á reynslu tíma. Það er fjall meðal þyrna, merkir þá heyra, en kafna síðan undir áhyggjum, auðæfum og nautnum lífsins og ber ekki þroskaðan ávöxt. En það er fjall í góða jörð, merkir þá sem heyra orðið og geyma það í göfugu góðu hjarta og bera ávöxt með stöðuglindi. Enginn kveikir ljós og byrgir það með keri,
eða setur undir bekk, heldur láta menn það á ljósastiku að þeir sem innkoma sjái ljósið. Því að ekkert hulið sem eigi verið opinbert, né leynt að eigi verið það kunnugt og komi í ljós. Gætið því að hvernig þér heyrið, því að þeim sem hefur mun gefið verða og frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann ætlar sig hafa. Móðir hans og bræður komu til hans en gátu ekki náð fundi hans vegna mannfjöldans. Var honum sagt, móðir þín og bræður standa úti og vilja finna þig. En hann svaraði þeim, móðir mín og bræður eru þeir sem heyra Guðs orð og breyta eftir því. Dag einn fór hann út í bát og lærisveinar hans. Hann sagði við þá, förum yfir vatnið. Og þeir létu frá landi, en sem þeir sigldu sofnaði hann. Þá skall stormhrina á vatnið, svo nær fyllti bátinn og voru þeir hætt komnir. Þeir fóru þá til hans, vöktu hann og sögðu, meistari, meistari, vér förumst. En hann vaknaði og hastaði á vindinn og öldurótið og slotaði þegar og gerði logn. Og hann sagði við þá, hvar trúið þar? En þeir eru hræddir og undruðust og sögðu hver við annan, hver þessi? Hann skipar bæði vindum og vatni og hvort tveggja hlýður honum. Þeir tóku land í byggð, Gerasena, sem gengt Galileu. Hann stjá land, kom á móti honum maður nokkur úr borginni, sem haldið var illum öndum. Langan tíma hafði hann ekki farið í föt eða dvalist í húsi, heldur í gröfum. Þegar hann sá Jesú, æpti hann, féll fram fyrir honum og hrópaði hárri röddu, hvað vilt þú mér, Jesús, sonur Guðs hins hæsta? Ég bið þig, hvel þú mig eigi, því að hann hafði boðið óhreina andanum að fara út af manninum. En margsinnis hafði hann gripið hann og hafði menn fjötra hann á höndum og fótum og hæft í gæslu, en hann hafði slitið böndin og illi andinn hrakið hann út í óbyggðir. Jesús spurði hann, hvað heitir þú? En hann sagði, Hersing, því að margir illir andar hafði farið í hann, og þeir báðu Jesú að skipa sér ekki að fara í undirdjúpið. En þar var stór svínahjörð á beiti í fjallinu. Þeir báðu hann að leyfa sér að fara í þau, og hann leyfði þeim það. Illu andarnir fóru þá úr manninum og í svínin, og hjörðinu ruttist fram af hamrinum í vatnið og druknaði. En hirðarnir sáu hvað orðið var, flýðu þeir og sögðu, tíðindin í borginni og sveitinni. Menn fóru þá að sjá hvað gjörst hafði, komu til Jesú og fundu mannin sem illu andarnir höfðu farið úr, sitja klæddan og heilvita við fætur Jesú. Og þeir urðu hræddir. Sjónavottar sögðu þeim frá hvernig sá sem haldið var illum öndum hafði orðið heill. Allt fólki hér Gerasena bað hann þá fara burt frá sér. Þeir menn voru slegnir miklum ótta og hann stíg í bátinn og sneri aftur. Maðurinn sem illu andarnir höfðu farið úr bað hann að mega vera með honum, en Jesús lét hann fara og melti. Far aftur heim til þín og segð þú frá hve mikið Guð hefur fyrir þig gjört. Hann fór og kunngjörði alla borgina hve mikið Jesús hafi fyrir hann gjört. En Jesús kom aftur, fagnaði mannfjöldin honum, því allir væntu hans. Þá kom þar maður, Jaírus að nafni, forstöðumaður samkundunar. Hann féllir fóta Jesú og bað hann koma heim til sín. Því hann átti enga dóttur 12 ára að aldri, hún lá fyrir dauðanum. Þegar Jesús var á leiðinni, þrengdi mannfjöldin að honum. Þar var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði læta að lækna og varð til aleigu sinni, en enginn geta lækna hana. Hún kom að baki honum og snart fall klæða hans, og jafnskjótt stöðvaðist blóðlát hennar. Jesús sagði, hver var það sem snart mig? En allir synjuðu fyrir það, sagði Pétur. Meistari,
Mannfjöldin treysta þér og þrýstir á. En Jesús sagði, einhver snart mig, fyrir ég fann að kraftur fór út frá mér. En konan sá að hún fékk eigi dulist, kom hún skjálfandi, féll til fóta á honum og skýrði frá því í áheyrn alls lífsins hvers vegna hún snart hann og hvernig hún hefði jafnskjótt læknast. Hann sagði þá við hana, dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði. Meðan hann var að segja þetta, kemur maður að heiman frá samkundustjóranum og segir, dóttir þín er látin, ómaka þú ekki meistaran lengur. En Jesús heyrði þetta, sagði hann við hann, óttast ekki, trú þú aðeins og mun hún heil verða. Þegar hann kom að húsinu, leyfði hann engum að fara inn með sér nema Pétri, Jóhannesi og Jakobi og föður stúlkunar og móður. Og allir grétu og syrgðu hana. Hann sagði, grátið ekki, hún er ekki dáin, hún sefur. En þeir hlógu að honum, þar þeir vissu að hún var dáin. Hann tók þá hönd hennar og kallaði, stúlka, að rís upp. Og andi hennar kom aftur og hún reis þegar upp. En hann bauð að gefa henni að éta. Foreldrar hennar urðu frá sér numdir, en hann bauð þeim að segja engum frá þessum atburði. 9. kafli. Hann kallaði saman þá 12 og gaf þeim mátt og vald yfir öllum illum öndum til að lækna sjúkdóma. Hann sendi þá að boða Guðs ríki og græða sjúka og sagði við þá, takið ekkert til ferðarinnar, hvorki staf né mal, brauð né silfur og enginn hafi 2 kirtla. Og hvað sem þér fáið inni, þar sé aðsetur í þar, og þaðan skul þér leggja upp að nýju. En takið menn ekki við yður, þá farið úr borg þeirra og hristið dustið af fótum í þar, þeir vitnisburða gegn þeim. Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttuð fagnaðarendið og læknuðu hvarvetna. En Heródes fjórðungsstjóri frétti allt sem gjörst hafði og vissi ekki hvað hann átti að halda. Því sumir sögðu að Jóhannes væri risin upp frá dauðum, aðrir að Elía væri komin fram, en aðrir að einn hinna fornu spámanna væri risin upp. Heródes sagði, Jóhannes lét ég hálshöggva, en hver er þessi, ég heyrið þvílíkt og hann leitaði færis að sjá hann. Postularnir komu aftur og skýrðu Jesú frá öllu því þeir höfðu gjört. En hann tók þá með sér og vék brott til bæjar sem heitir Betsaida. Þeir varu einir saman. Mannfjöldin var þess var og fór á eftir honum. Hann tók þeim vel og talaði við þá Guðs ríki og læknaði þá lækningar þurftu. Nú tók degi að halla, komu þá þeir 12 að máli við hann og sögðu, látu mannfjöldan fara, að þeir geti nátið þorpa og bíla hér í kring og náttað sig og fengið mat, því að hér erum við á óbyggðum stað. En hann sagði við þá, gefið þeim sjálfir að éta. Þeir svörðu, við eigum ekki meira en 5 brauð og 2 fiska. Nema þá við förum og kaupum vistir handa öllu þessu fólki, en þar voru 5.000 karlmenn. Hann sagði þá við lærisveina sína, látið þá setjast í hópa, 50 í hverjum. Þeir gerðu svo og létu alla setjast. En hann tók brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði fyrir þau og brauð og gaf lærisveinunum að bera fram fyrir mannfjöldan. Og þeir neyttu allir og urðu mettir. En leifarnar eftir þá voru teknar saman 12 körfur brauðbita. Svo bar við að hann var einn á bæinn og lærisveinarnir hjá honum. Þá spurði hann þá, hvern segir fólkið mig vera? Þeir svörðu, Jóhannes skírarir. Þeir svörðu, Jóhannes skírara, aðrir Elía og aðrir að einn hinna fornu spámanna sé risin upp. Og hann sagði við þá, en þér, hvern segir þér mig vera? Pétur svaraði, Krist Guðs. Hann lagði ríkt á við þá að segja þetta engum og mælti, mannssonurinn á margt að líða.
Honum mun útskúfa verða af öldungum, æstu prestum og fræðimönnum. Hann mun líflátin en upprisa á 3. degi. Og hann sagði við alla, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki kross sinn daglega og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því, og hver sem týnir lífi sínu mín vegna, hann mun bjarga því. Hvað stóða það mannin að eignast allan heiminn, en týna eða fyrirgjöra sjálfum sér? En þann sem blygða sín fyrir mig og mín orð, mun mannssonin blygða sín fyrir, hann kemur í dýrð sinni og föðurins og heilagra engla. En ég segi yður með sanni, nokkrir þeirra sem hér standa munu eigi dauða bíða fyrir en þeir sjá Guðs ríki. Svo bar við 8 dögum eftir ræðu þessa að hann tók með sér þá Pétur, Jóhannes og Jakob og gekk upp á fjallið að biðjast fyrir. Og hann var að biðjast fyrir, var það yfirlits ásjón hans annað og klæði hans urðu hvít og skínandi. Og 2 menn voru á tali við hann. Það voru þeir Móse og Elía. Þeir birtust í dýrð og ræddu brottför hans, hann skyldi fullna í Jerúsalem. Þá Pétur og félaga hans sótti mjög svefn, en nú vöknuðu þeir og sáu dýrð hans og mennina 2 stóðu hjá honum. Þegar þeir voru að skilja við Jesú, mælti Pétur við hann, Meistari, gott að við erum hér. Gjörum 3 tjaldbúðir, þér eina, Móse eina og Elía eina. Ekki vissi hann hvað hann sagði. Leið hann mælti þetta, kom ský og skyggði yfir þá og urðu þeir hræddir, þeir komu inn í skýið. Og rödd kom úr skýin og sagði, þessi er sonur minn, útvalinn, hlýðið á hann. Röddin hafði talað var Jesús einn, og þeir þögðu og sögðu á þeim dögum, engum frá neinu því sem þeir hafðu séð. Daginn eftir þeir fóru ofan af fjallinu, kom mikil mannfjöldi á móti honum. Og maður nokkur og mannfjöldanum hrópar, Meistari, ég bið þig að líta á son minn, því að hann er einkabarnið mitt. Það er andi sem grípur hann, og þá æpir hann skyndilega. Hann teygir hann svo að hann froðufellur og víkur varla frá honum og að gjöra út af við hann. Ég baði lærisveina þína að reka hann út, en þeir gátu það ekki. Jesús svaraði, ó þú vantrúa og rangsnúna kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá yður og umbura yður? Færð þú hingað son þinn? Þegar hann var að koma, slengdi illi andinn honum flötum og teygði hann ákaflega. En Jesús hastaði á óhreina andan, læknaði sveininn og gaf hann aftur föður hans. Og allir undruðu stórum veldi Guðs. Þá allir dáðu allt það hann gjörði, sagði hann við lærisveina sína. Festið þessi orð í huga. Mannssonurinn verður framseldur í manna hendur, en þeir skildu ekki þessi orð, og þetta var þeim hölið, svo að þeir skynjuðu það ekki, og þeir þorðu ekki að spyrja hann þetta. Svo spurning kom fram meðal þeirra, hver þeirra væri mestur. Jesús vissi hvað þeir hugsuðu í hjörtum sínum, og tók lítið barn, setti það hjá sér og sagði við þá, hver sem tekur við þessu barni í mínu nafni, tekur við mér, og hver sem tekur við mér, tekur við þeim sendi mig. Því að sá sem minnstur er meðaliðar allra, hann er mestur. Jóhannes tók til máls, Meistari, við sáum mann rekk út illa anda í þínu nafni, og vildum við varna honum þess að því hann fylgir oss ekki. En Jesús sagði við hann, varnið þess ekki, sá sem er ekki á móti yður er með yður. Nú fullnægt brátt sá tími hann skyldi uppnumin verða. Beindi hann þá augum til Jerúsalem, einráðinn að fara þangað, og hann lét sendiboða fara undan sér. Þeir fóru og komu í Samverjaþorp nokkur til að búa honum gistingu, en þeir tóku ekki við honum, því hann var á leið til Jerúsalem. Þegar lærisveinar hans, þeir Jakob og Jóhannes sáu það, sögðu þeir, Herra,
eigum við að bjóða að eldur falla af himni og tortími þeim. En hann sneri sér við og ávitaði þá og sagði: Ekki vitið þið hvers anda þið eruð. Mannssonurinn er ekki kominn til að tortíma mannslífum, heldur til að frelsa. Og þeir fóru í annað þorp. Þegar þeir voru á ferð á veginum, sagði maður nokkuð við hann: Ég vil fylgja þér hvers sem þú ferð. Jesús sagði við hann: Refar eiga greni og fuglar himins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Við annan sagði hann: Fylg þú mér. Sá mælti: Herra, leið mér fyrst að fara og jarða föður minn. Jesús svaraði: Lát hina dauðu jarða sína dauðu, en far þú og boða Guðs ríki. Enn annar sagði: Ég vil fylgja þér, Herra, en leið mér fyrst að kveðja fólk mitt heima. En Jesús sagði við hann: Enginn sem leggur hönd á plóginn og horfir aftur er hæfur í Guðs ríki. 10. kafli. Eftir þetta kvaddi drottinn til aðra 72 að tölu og sendi þá á undan sér 2 og 2, í hverja þá borg og stað sem hann ætlaði sjálfur að koma til. Og hann sagði við þá: Uppskeran er mikil, en verkamenn fáir. Biðjið því Herra uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Farið, ég sendi yður eins og lömb meðal úlfa. Hafið ekki pingju, ekki maln í skó og helsið engum á leiðinni. Hvar sem þér komið í hús, þá segið fyrst: Friður sé með þessu húsi, og sé þar friðar sonur, mun friður yðar hvíla yfir honum, eða hverfa aftur til yðar. Verið kyrrt í sama húsi, neytið þess sem þar er framboðið í mat og drykk. Verður er verkamaðurinn launa sinna. Eigi skulu þér flytjast hús úr húsi, og hvar sem þér komið í borg og tekið er við yður, þá neytið þess sem fyrir yður sett. Læknið þá sem þar eru sjúkir og segið þeim: Guðs ríki er komið nánd við yður. En hvar sem þér komið í borg og eigir við yður tekið, þá farið út á strætin og segið: Jafnvel það duss sem loði við fætur vorar og borgiðar, þurrkum vér af oss handa yður. Vitið samt þetta, að Guðs ríki er komið í nánd. Ég segi yður, bærilegra mun Sódóma á þeim degi en þeirri borg. Veið þér Korasín, veið þér Betsaida. Gjörst hefðu í Týrus og Sídon kraftaverkin sem gjörðist í ykkur, hefðu þér löngu yðrast og setið í sekk og ösku. En Týrus og Sídon mun bærilegra í dómunum en ykkur, og þú, Kapernaum, verður þú hafin til himins, nei, til helja mun þér steypt verða. Sá sem á yður hlýðir, hlýðir á mig, og sá sem yður hafnar, hafnar mér. En sá sem hafnar mér, hafnar þeim sendi mig. Nú komu þeir 72 aftur með fögnuði og sögðu: Herra, jafnvel illir andar eru oss undirgefnir í þínu nafni. En hann mælti við þá: Ég sá Satan hrapa af himni sem eldingu. Ég hef gefið þér vald að stíga á höggorma og sporðreka og yfir öllu óvinarins veldi. Alls ekkert mun yður mein gjöra. Gleðist samt ekki af því að andarnir eru yður undirgefnir. Gleðist öllu heldur af hinu að nöfn yðar eru skráð á himnum. Á sömu stundu var hann glaður í heilugum anda og sagði: Ég vex saman þig, Faðir, Herra himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hyggindamönnum, en opinbera það smælingjum. Já, Faðir, svo vart ég þóknanlegt. Allt er mér falið af föður mínum, og enginn veit hver sonurinn er nema Faðirinn, né hver Faðirinn er nema sonurinn, og sá sem sonurinn vill opinbera hann. Og hann sneri sér að lærisveinum sínum og sagði við þá einslega: Sæl eru þau augu sem sjá það sem þér sjáið. Því að ég segi yður, margir spámenn og konungar vildu sjá það sem þér sjáið, en sáu það ekki, og heyra það sem þér heyrið, en heyrðu það ekki. Lögvitringur nokkur stjöf fram, vildi freista hans og mælti: Meistari,
Hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann: Hvað er ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú? Hann svaraði: Elska skalt þú Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfan þig. Jesús sagði við hann: Þú svaraði rétt, gjör þú þetta og þú munt lifa. En hann vildi réttlæta sjálfan sig og sagði við Jesú: Hver er þá náungi minn? Því svaraði Jesús svo: Maður nokkur fór frá Jerúsalem og ávan til Jerikó og féll í hendur ræningjum. Þeir flettu hann klæðum og börðu hann, hurfu brott síðan og létu hann eftir dauðvona. Svo vildi til að prestur nokkur fór ofan sama veg og sá mannin en sveigði framhjá. Eins kom og Levítið þar að, sá hann og sveigði framhjá. En samverjun okkur var á ferð, kom að honum og hann sá hann, kenndi hann í brjóstum hann. Gekk til hans, batt sár hans og hellti þau viðsmjöri og víni. Og hann setti hann á sinn eigin eik, flutti hann til gistuhús og lesir andum hann. Daginn eftir tók hann upp 2 denara, fékk gestgjánum og mælti: Lát þér andum hann, og það sem þú kostar meiru til skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Hver þessara 3 sýnist hér hafa reynst náungi þeim manni sem féll í hendur ræningjum? Hann mælti: Sá sem miskunarverkið gjörði á honum. Jesús sagði þá við hann: Far þú og gjör hið sama. Á ferð þeirra kom Jesús í þorp nokkurt og kona að nafni Marta bauð honum heim. Hún átti systur María hét og settist hún við fætur Drottins og hlýddi á orð hans. En Marta lagði allan hug á að veita sér mesta þjónustu og hún gekk til hans og mælti: Herra, heyrðir þú eigi það að systir mín lætur mig einum að þjóna gestum? Segð þú henni að hjálpa mér. En Drottinn svaraði henni: Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu, en eitt nauðsynlegt. María valdi góða hlutskiptið, það verður ekki frá henni tekið. 11. kafli. Svo bar við Jesús var á stað einum að biðjast fyrir, að einn lærisveina hans sagði við hann. Þá hann lauk bæn sinni: Herra, kenn þú oss að biðja eins og Jóhannes kenndi lærisveinum sínum. En hann sagði við þá: Þegar þið biðist fyrir, þá segið: Faðir, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki. Gef oss hver dag vort daglegt brauð. Fyrirgef oss vora syndir, enda fyrirgef mér öllum vorum skuldir nautum. Og eigi leið þú oss í freistni. Og hann sagði við þá: Nú á einhver yðar vin og fer til hans miðnætti og segi við hann: Vinur, lánaði mér 3 brauð, því að vinur minn kominn til mín úr ferð og ég hef ekkert að bera á borð fyrir hann. Mundi hinn þá svara inni: Gjör mér ekki ónæði, það búið að loka dyrum og börn mín og ég komin í rúmið. Ég get ekki farið á fætur að fá þér brauð. Ég segi yður, þótt hann fari ekki á fætur og fá honum brauð vegna vinfengis þeirra, þá fer hann samt fram úr, sakir áleitni hans og fær honum eins mörg og hann þarf. Og ég segi yður, biðjið og þér mun gefast, leitið og þér munuð finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Nokkur sá faðir yðar á meðal, hann gefi syni sínum biður fisk, höggorm í staðinn, eða spordrekka ef hann biður egg. Fyrst þér sem eru vondir hafið vita á að gefa börnum yðar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem biðja hann. Jesús var að reka út illan anda og var sá mállaus. Þegar illi andinn var út farinn, tók mállausinginn að mæla og undraðist mannfjöldin. En sumir þeirra sögðu: Með fulltingi Belzebúls, höfðingja illra anda, rekur hann út illa andana. En aðrir vildu freista hans og kröfðu hann tákn af himni.
En hann vissi hugreiningar þeirra og sagði við þá: Hvert það ríki sem í sjálfum sér sundurþykkt leggst í auðn og hús fellur á hús. Sé nú Satan sjálfum sér sundurþykkur, hvernig fær ríki hans þá staðist? Fyrst þér segið að ég reki illu andana út með fulltingi Belzebúls, en reki ég illu andana út með fulltingi Belzebúls, með hverju reka þá yðar menn þá út? Því skulu þér vera dómarar yðar, en ef ég rek illu andana út með fingri Guðs, þá Guðs ríki þegar yfir yður komið. Þegar sterkur maður, alvopnaður, varveitir húsið, þá allt í friði sem hann á, en ráðist annar honum sterkar á hann og sigri hann, tekur sá alvæpni hans hann treyst á og skiptir herfanginu. Hver sem ekki með mér á móti mér, og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Þegar óhreinn andi fer út af manni, reikar hann eyðihrjóstur og leitar hælis. Og hann finnur það ekki, segir hann, ég vil hverfa aftur í hús mitt þaðan sem ég fór. Og hann kemur og finnur það sópað og prýtt, þegar hann og tekur með sér 7 aðra anda sér verri, og þeir fara inn og setjast þar að, og verður svo hlutur þess manns verri eftir en áður. Hann mælti þetta, hóf kona inn í mannfjöldanum upp rödd sína og sagði við hann: Sællið sá kviður þig bar, og þú brjóst þú mildir. Hann sagði: Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varvita það. Þegar fólkið þyrptist þar að, tók hann svo til orða: Þessi kynslóð vond kynslóð, hún heimtar tákn, en eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar. Því Jónas varð Ninnívémönnum tákn, og eins mun mannsorinn verður þessari kynslóð. Drottning Suðurlanda mun rísa upp í dómunum ásamt mönnum þessar kynslóðar og sakfella þá, því að hún kom frá endimörkum jarðar að heyra speki Salómons, og hér meira en Salómon. Ninnívémenn munu koma fram í dómunum ásamt kynslóð þessari og sakfella hana, því að þeir gjöru iðrun við prédikun Jónasar, og hér meira en Jónas. Enginn kveikir ljós og setur það í felur í undir mælikir, heldur á ljósastiku, svo að þeir sem inn koma sjái ljósið. Auga þitt lampi líkamanns. Þegar auga þitt heilt, þá og allur líkami þinn bjartur, en sé það spillt, þá og líkami þinn dimmur. Gæt við þess að ljósið þér sé ekki myrkur. Sé því líkami þinn allur bjartur, og hvergi myrkur í honum, verður hann allur í birtu, eins og þegar lampi lýsir á þeim í loga sínum. Þá hann við þetta mælt, bauð farisei nokkur honum til dagverðar hjá sér. Hann kom og settist til borðs. Farisein sá að hann tók ekki handlaugar á undan málintíðinni og furðaði hann á því. Drottinn sagði þá við hann: Þér farisear, þér hreinsi bikarinn og fatið utan, en hið innra þér fullir yfirgangs og ilsku. Þér heimskingjar, hefur sá sem gjörði hið ytra ekki einnig gjört hið innra, en gefi fátækum það sem ég látið, og þá allt yður hreint. En veg yður þér farisear, þér gjaldið 10 myntu og rúðu og allskins matjurtum, en hirðið ekki réttlæti og kærleika Guðs. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógjört að láta. Veg yður þér farisear, yður ljúft að skipa æðsta bekk í samkundum og láta heilsa yður á torgum. Veg yður því þér eins og duldar grafir sem menn ganga yfir án þess að vita. Þá tók lögvitningu einn til orða: Meistari, þú meiðir oss líka með því sem þú segir. En Jesús mælti: Veg yður líka þér lögvitringar. Þér leggið á menn lítbærar byrðar, og sjálfur snertið þér ekki byrðarnar einu fingri. Veg yður, þér hlaðið upp grafir spámannanna sem feður yðar líflétu. Þannig berið þér vitni athafnir feðra yðar og samþykkið þær. Þér líflétu þá, en þér hlaðið upp grafirnar. Þess vegna hefur og speki Guð sagt: Ég mun senda þeim spámenn og postula,
og suma þeirra munu þeir lífláta og ofsækja. Þannig verður kynslóð þessi krafin blóð allra spámannanna, úttelt hefur verið frá grundvöllun heims, frá blóði Abels til blóð Sakaría sem drepinn var milli altarisins og musterisins. Já, segi ég yður, þess mun nú krafist verða þessari kynslóð. Vei yður þér lögvitringar, þér hafið tekið brott lykil þekkingarinnar. Sjálfur hafið þér ekki gengið inn og þeim hafið þér varnað sem inn vildu ganga. Og hann var farinn út þaðan, tóku fræðimenn og farisear að ganga hart að honum og spyrja hann í þaula margt og setja að veiða einhvað af vörum hans. 12. kafli. Fólk hafði nú flykkst að í tugum þúsunda, svo nærri tróð hver annan undir. Jesús tók þá að tala, fyrst til lærisveina sinna: Varis súrdeg farisea sem hræsnin. Ekkert hulið sem eigi verður opinbert, né leynt eigi verður kunnugt. Því mun allt það sem þér hafi talað í myrkri heyrast í birtu, og það sem þér hafi hvíslað í herbergjum mun kunngjört á þökum uppi. Það segi yður, vinir mínir, hræðist ekki þá sem líkamann deyða, og fá að því búnu ekki meira gjört. Ég skal sýna yður hvert þér eigið að hræðast. Hræðist hann hefur vald að deyða, og að því búnu varpi í helviti. Já, ég segi yður, hræðist hann. Ekki 5 spörvar seldi fyrir 2 smápeninga, og þó ekki einn þeirra gleymdur Guði. Hárin á höfði þar jafnvel öll talin, verið óhræddir, þeir meira verðir en margir spörvar. En ég segi yður, hvert þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun og mannssonun kannast við fyrir englum Guðs. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun afneita verða fyrir englum Guðs. Hverjum sem mælir gegn mannsinnunum verður það fyrirgefið, en þeim sem lastmælir gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefið. Og þegar þeir leiða yður fyrir samkundur, höfðingja og yfirvöld, hafið þá ekki áhyggjur af því hvernig eða með hverju þeir eiga verja yður, eða hvað þeir eiga að segja, því að heilagur andi mun kenna yður á þeirri stundu hvað segja ber. Einn úr mannfjöldanum sagði við hann: Meistari, seg þú bróður mínum að skipta með mér armunum. Hann svaraði honum: Maður, hver hefur sett mig dómara eða skiptaráðanda yfir ykkur? Og hann sagði við þá: Gætið yðar og varist alla ágirnd. Enginn þiggur líf af eigum sínum, þótt auðugur sé. Þá sagði hann þeim dæmisögu þessa: Maður nokkur ríkur átti land, hafði borið mikinn ávöxt. Hann hugsaði með sér: Hvað á ég að gjöra? Nú get ég hvergi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði: Þetta gjöri ég ríf hlöðu mínar og reisi aðra stærri, og þanga safna ég öllu korni mínu og auðafum. Og ég segi við sálu mína: Sála mín, nú áttu mikinn auð til margra ára, hvíl þig nú, et og drekk og ver glöð. En Guð sagði við hann: Heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð. Og hver fær þá það sem þú hefur aflað? Svo fer þeim safna sér fé, en ekki ríkur hjá Guði. Og hann sagði við lærisveina sína: Því segi yður, verið ekki áhyggjufullir lífið yðar, hvað þér eigið að éta, né heldur líkama yðar, hverju þér eigið að klæðast. Lífið meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin. Hyggið að hröfnunum, hvorki sá þeir né uppskera, eigi hafa þeir forðabúr eða hlöðu, og Guð fæðir þá. Hver miklu mun eru þér fremri fuglunum, og hver yðar getur með áhyggjum auki spönn við aldur sinn. Fyrst þér nú orkið ekki svo litlu, hví látið þér allt hitt valda yður áhyggjum. Hyggja liljunum, hversu þær vaksa, hvorki vinna þær né spinna, en ég segi yður, jafnvel Salomón í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem einn þeirra. Fyrst Guð skrýður svo grasið á vellinum sem í dag stendur, en á morgun verður í opn kastað,
hve miklu fremur mun hann þá klæða yður, þér trúlitlir. Hafið ekki hugan við hvað þér eigi að éta og hvað að drekka, og kvíðið engu. Allt þetta stunda heiðingjar heimsins, en Faðir yðar veit að þér þarfnist þessa. Leitur heldur ríkis hans, og þá mun þetta veitast yður að auki. Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Seljið eigur yðar og gefið ölmusu, fáið yður pingjur fyrnast ekki. Fjársjóða himnum þrýtur ekki, þar sem þjófur fara í nánd komist, niður mölur spillt. Því hvar sem fjársjóður yðar þar mun og hjarta yðar vera. Verið girtir lendar og látið ljós yðar loga, og verið líkir þjónum bíða þess að húsbóndi þeirra komi úr brúðkaupi, og þeir geti lokið upp fyrir honum leið og hann kemur og knýr dyra. Sælir þeir þjónar sem húsbóndin finnur vakandi hann kemur. Sannlega segi yður, hann mun girða sig belti, láta þá setjast að borði og koma og þjóna þeim. Og komi hann miðnætti eða síðar og finnur þá vakandi, sælir þeir þá. Það skiljið þér að húsráðandi lét ekki brjótast inn í húsið ef hann vissi á hvaða stundu þjófurinn kæmi. Verið þér og viðbúnir því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Þá spurði Pétur, Herra, mælir þú þessa líkingu til vor eða til allra? Drottinn mælti, hver sá trúi og hygni ráðsmaður sem húsbóndinn setur yfir hjú sín að gefa þeim skammtinn á réttum tíma. Sæll sá þjónn húsbóndinn finnur breyta, svo hann kemur. Og ég segi yður með sanni, hann mun setja hann yfir allar eigur sínar. En ef sá þjónn segir í hjarta sínu, það dregst að húsbóndi minn komi og tekur að berja þjóna og þernur, eta og drekka og verða ölvaður, þá mun húsbóndi þess þjóns koma á þeim degi hann væntir ekki. Á þeirri stundu hann veit ekki, höggva hann og láta hann fá hlut með ótrúum. Sá þjónn sem veit vilja húsbónda síns og hefur ekki viðbúnað né gjöri vilja hans, mun barinn mörg högg, en hinn sem veit hann ekki, en vinnur til refsingar mun barinn fá högg. Hver sem mikið gefið, verður mikils krafinn, og að þeim verður meira heimtað sem meira léð. Ég komin að varpa eld á jörðu, hversu vildi ég að hann væri þegar kveiktur? Skýrn á ég að skýrast, hversu þungt mér uns hún fullnuð. Ætlið þér að ég sé komin að færa frið á jörðu? Nei, ég segi yður, heldur sundurþykki. Upp frá þessu verða 5 í sama húsi, sundurþykkir, 3 við 2 og 2 við 3. Faðir við son og sonur við föður, móðir við dóttur og dóttur við móður, tengdamóðir við tengdadóttur sína og tengdadóttir við tengdamóður. Hann sagði við fólkið, þá þér sjáið ský draga upp í vestri, segið þér jafnskjótt, nú fer að rigna, og svo verður, og þegar vindur blæs af suðri, segið þér, nú kemur hiti og svo fer. Hræsnarar, útlit lofs og jarðar kunni þér að ráða, en hvernig þið farið að þér kunnið ekki að meta þennan tíma? Hví dæmið þér ekki af sjálfum yður, hvað rétt sé? Þegar þú ferð með andstæðingi þínum fyrir yfirvald, þá kostaðu kaps það á leiðinni að ná sáttum við hann. Til þess hann dragi þig ekki fyrir dómaran, dómaran afhendi þig böðlunum og böðlin varpi þér í fangelsi. Ég segi þér, eigi munt þú komast út þaðan, fyrr en þú hefur borgað síðasta eyri. 13. kapli. Í sama mund komu einhverjir og sögðu honum, frá Galilíumönnum, að Pílatus hefði blandað blóðið þeirra í fórnir þeirra. Jesús mælti við þá, haldið þér að þessi Galilíumenn hafi verið meiri syndrar en allir aðrir Galilíumenn, fyrst þeir urðu að þola þetta. Nei, segi yður, en ef þér gjörið ekki iðrun, munu þér allir farast eins.
Eða þeir 18 sem turnin fjalli yfir í Sílóam og varð að bana, haldið þér að þeir hafi verið sekar en allir þeir menn sem í Jerúsalem búa? Nei, segi ég yður, en ef þér gjörið ekki yðrun, munið þér allir farast eins. En hann sagði þessa dæmisögu: Maður nokkur átti fíkjutré, gróðursett í víngarði sínum. Hann kom og leitaði ávaxtar á því og fann ekki. Hann sagði þá við víngarðsmanninn: Í 3 ár hef ég nú komið og leitað ávaxtar á fíkjutré þessu og ekki fundið. Högg það upp, hví á það að spilla jörðinni? En hann svaraði honum: Herra, láta standa enn þetta ár, þar til ég hef grafið það og borið að áburð. Má vera að það beri ávöxt síðan, annars skaltu höggva það upp. Jesús var að kenna á hvíldardegi í samkundveitni. Þar var þá konan okkur. Í 18 ár hafði hún verið haldin sjúklegsanda og var kreppt og alls ófær að rétta sig upp. Jesús sá hana og kallaði hana til sín og sagði við hana: Kona, þú ert laus við sjúkleg þinn. Þá lagði hann hendur yfir hana og jafnskjótt réttist hún og lofaði Guð. En samkundustjórinn reytist því að Jesús læknaði á hvíldardegi og mælti til fólksins: 6 daga skal vinna, komið þá og látið lækna yður og ekki á hvíldardegi. Drottinn svaraði honum: Hræsnarar, leysir ekki hver yðar á hvíldardegi nauðsitt eða asna af stalli og leiðir til vass. En þessi kona sem er dóttir Abrahams og Satan hefur fjötrað full 18 ár, mátti hún ekki leyst verða úr fjötrum þessum á hvíldardegi? Við þessi orð hans urðu allur mótstuðmenn hans sniftir, en allur líður fagnaði yfir öllum þeim dýrðaverkum hann gjörði. Hann sagði nú: Hverjur Guðs líki líkt? Við hvað á ég líka því? Líkt það mustardskorni sem maður tók og sáði í jurtagarð sinn. Það óx og var tré og fuglar himins hreiðruðu sig í greinum þess. Og aftur sagði hann: Við hvað ég líka Guðs ríki? Líkt það súrdegi kona tók og fól í 3 mælum mjöls, uns það sýrðist allt. Og hann hélt áfram til Jerúsalem, fór borgir og þorp og kendi. Einhver sagði við hann: Herra, eru þeir fáir sem hópnir verða? Hann sagði við þá: Kosti kapsum að komast inn þröngu dyrnar. Því margir, segi ég yður, munu reyna að komast inn og ekki geta. Þegar húsbóndi stendur upp og lokar dyrum og þér takið þá að standa fyrir utan og knýja á dyr og segja: Herra, ljúk þú upp fyrir oss. Mun hann svara yður: Ég veit ekki hvaðan þér eruð. Þá mun þér segja: Við höfum þó etið og drukkið með þér og þú kendir á götum vorum. Og hann mun svara: Ég segi yður, ég veit ekki hvaðan þér eruð. Farið frá mér allir illgjörðamenn. Þar verður grátur og gnistran tanna, en þér sjáið Abraham, Ísak og Jakob og alla spámennina í Guðs ríki. En niður útrekna, þá munu menn koma frá austri og vestri, frá norðri og söðri og sitja til borðs í Guðs ríki. En til eru síðastir verða munu fyrstir og til eru fyrstir verða munu síðastir. Á þeirri stundu komu nokkru farisear og sögðu við hann: Far þú og halda á brott hérðan, því að Heródes vill drepa þig. Og hann sagði við þá: Farið og segið ref þeim: Í dag og á morgun reki út illa anda og lækna, á 3. degi mun ég marki ná. En mér ber að halda áfram ferð minn í dag og á morgun og næsta dag. Því eigi hæfir að spámaður bíði dauða annar staðar en í Jerúsalem. Jerúsalem, Jerúsalem, þú sem líflætur spámennina, hún grýtir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft vildi ég safna börnin þínum eins og hænan ungum sínum undir vangi sér. Og þér vilduð eigi. Húsíðar verður í eyði látið. Ég segi yður, þér munið eigi sjá mig, fyrir en þar komið að þér segið: Blessaður sé sá kemur í nafni Drottins.
14. kafli. Hvíldardag nokkurn kom Jesús í hús eins af höfðingjum farisea til máltíðar og höfðu þeir gætur á honum. Þá var þar frammi fyrir honum maðurinn vatnsjúkur. Jesús tók það til máls og sagði við lögvitringana og fariseana: Er leyfilegt að lækna á hvíldardegi eða ekki? Þeir þögðu við, en hann tók á honum, læknaði hann og let hann fara. Og Jesús mælti við þá: Nú á einhver yðar asna eða naut sem fellir í brunn, mun hann ekki óðar að draga það upp þá hvíldardagur sé? Þeir gátu engu svarað þessu. Jesús gaf því gætur hvernig þeir sem boðnir voru völdu sér hefðarsætin. Tók dæmi og sagði við þá: Þegar einhver býður þér til brúðkaups, þá sitið ekki í hefðarsæti. Svo getur farið að manni þér fremrið að virðingu sé boðið, og sá komi ykkur bauð og segi við þig: Þoka fyrir manni þessum. Þá verður þú með kynróða að taka þér ysta sæti. Far þú heldur þér boðið og set þig ysta sæti, svo að sá sem bauð þér segi við þig þegar hann kemur: Vinur, flyt þig hærra upp. Mun þér þá virðing veitast frammi fyrir öllum setja til borðs með þér. Því að hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýkir sjálfan sig mun upphafinn verða. Þá sagði hann við gestgjafa sinn: Þegar þú heldur miðdegisverð eða kvöldverð, bjóð þá hvorki vinum þínum né bræðrum, ættingjum né ríkum nágrönnum. Þeir bjóða þér aftur og þú færð endurgjald. Þegar þú gerir veislu, þá bjóð þú fátækum og örkumla, höldum og blindum. Og munt þú sæll verða, því þeir geta ekki endurgoldið þér. En þú færð það endurgoldið í uppreissu réttlátra. Þegar eitt þeirra að borðið sátu heyrði þetta, sagði hann við Jesú: Sæll er sá sem neytir brauðs í Guðs ríki. Jesús sagði við hann: Maður nokkur gjörði mikla kvöldmáltíð og bauð mörgum. Stundin kom að veislan skyldi vera, sendi hann þjón sinn að segja þeim boðnir voru: Komið, nú allt tilbúið. En þeir tóku allir að afsaka sig einu munni. Hinn fyrsti sagði við hann: Ég hef keypt akur og að fara og líta á hann. Ég bið þig hafa mig afsakaðan. Annar sagði: Ég hef keypt 5 tventir agnita og að förum að reyna þau. Ég bið þig hafa mig afsakaðan. Og enn annar sagði: Konu hef ég eignast, ekki get ég komið. Þjónninn kom og tjáði herra sínum þetta. Þá reytist húsbóndinn og sagði við þjón sinn: Far þú fljótt út á stræti og götur borgarinnar og leiði inn hingað fátæka, örkumla, blinda og halta. Og þjónninn sagði: Herra, það gjört, sem þú bauðst og enn rúm. Þá sagði húsbóndinn við þjóninn: Far þú út brautir og gerði og þrýstu þeim að koma inn, svo hús mitt fyllist. Því ég segi yður að enginn þeirra manna boðnir voru mun smakka kvöldmáltíð mína. Mikil fjöldi fólks var honum samferða. Hann sneri sér við og sagði við þá: Ef einhver kemur til mín og hatar ekki föður sinn og móður, konu og börn, bræður og systur og enda sitt eigið líf, sá getur ekki verið lærisveinn minn. Hver sem ber ekki sinn kross og fylgir mér getur ekki verið lærisveinn minn. Hver yðar sest ekki fyrst við ef hann ætlar að reisa turn og reikna kostnaðinn, hvort hann eigi nóg til að ljúka verkinu. Þetta má svo fara að hann leggi undirstöðu en fá ekki við lokið. Og allir sem það sjá taka spotta hann og segja: Þessi maður fór að byggja en gat ekki lokið. Eða hvaða konungur fer með hernaði gegn öðrum konungi og sest ekki fyrst við og ráðgast hvort honum sé fært að mæta með 10.000 þeim fer á móti honum með 20.000. Sé svo ekki, gerir hann menn á fund hans meðan hann langt undan og spyr friðarkosti. Þannig getur enginn yðar verið lærisveinn minn nema hann segir skilið við allt sem hann á. Saltið gott, en ef saltið sjálft dofnar, með hverju á þá að krydda það? Hvorki það hæft á tún né taðhaug. Því fleygt, hversu meiru hefur að heyra, hann heyri. 15. kafli.
Allir tollheimtumenn og bersundir kom til Jesú að hlýða á hann, en farisear og fræðimenn ömuðust við því og sögðu: Þessi maður tekur að sér syndara og samneytir þeim. En hann sagði þeim þessa dæmisögu: Nú á einhver yðar 100 sauði og tínir einum þeirra. Skilur hann ekki þá 90 og 9 eftir í óbyggðinni og fer eftir þeim sem týndur þar til hann finnur hann. Og glaður leggur hann sauðinn á herðar sér hann finnur hann. Þegar hann kemur heim kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá: Samgleðist mér, því ég hef fundið sauðinn minn sem týndur var. Ég segi yður, þannig verður meiri fögnur á himni yfir einum syndara sem gjörir iðrun en yfir 99 réttlátum ekki hafa iðrunar þörf. Eða kona sem á 10 drömkur og tínir einni drömku, kveikir hún þá ekki á lampa, sópar húsið og leitar vandlega uns hún finnur hana. Og hún hefur fundið hana, kallar hún saman vinkonur sínar og grannkonur og segir: Samgleðist mér, því ég hef fundið drökmuna sem ég týndi. Ég segi yður, þannig verður fögnuður með englum Guðs yfir einum syndara sem gjörir iðrun. En sagði hann: Maður átti 2 svonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, lát mér fá þann hlut eignana sem ég ber. Og hann skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar tók yngri sonurinn allt féð sitt og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömum lifnaði. En hann hafði öllu eitt, varð mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína. Þá langaði hann að setja sig á drafinu svínin áttu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsins og sagði: Hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonur þinn. Lát mér vera sem einn af daglaunamönnum í þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kenndi brjóst hann, hljóp og fjall háls honum og kyssti hann. En sonurinn sagði við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína: Komið fljótt með hina bestu skikkju og færið hann í. Rægir hring á hönd hans og skóa fætur honum. Sækið og alið kálfinn og slátrið, ég skulum eta og gera oss glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Tóku menn nú að gjöra sér glaðan dag. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgast húsið, heyrði hann hljóðfæraslátt og dans. Hann kallaði piltana og spurði hvað væri að vera. Hann svaraði: Bróðir þinn kominn og faðir þinn hefur slatrað alekálfinum af því hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist hann og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann koma. En hann svaraði föður sínum: Nú ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum. Og mér hefur þú aldrei gefið kyrling að ég gæti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur þessi sonur þinn sem sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alekálfinum fyrir hann. Hann sagði þá við hann: Barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt, en nú var það halda hátíð og fagna, því hann bróðir þinn sem var dauður lifnaður aftur, hann var týndur og fundinn. 16. kafli. En sagði hann við lærisveina sína: Maður nokkur ríkur hafði ráðsmann og var sá sakað við hann það hann sóaði eigum hans. Hann kallaði hann fyrir sig og sagði við hann: Hvað þetta ég heyri þig? Gjör reikningsskil ráðsmennsku þinnar, því þú getur ekki verið ráðsmaður lengur. Ráðsmaðurinn sagði þá við sjálfan sig: Hvað á ég að gjöra, fyrst húsbóndi minn svipti mig ráðsmennskunni?
Ekki orka ég að grafa og skömm þykir mér að betla. Nú sé ég hvað ég gjöri, til þess að menn taki við mér í hús sín, þegar ég verður sviptur ásmennskunni. Hann kallaði nú á skuldunauta húsbónda síns hvern og einn. Við þann fyrsta sagði hann, hve mikið skuldar þú húsbónda mínum? Hann svaraði, 100 kvartil viðsmjörs. Hann mælti þá við hann, tak skuldabréf þitt, sett þig niður og skrifa sem skjótast 50. Síðan sagði hann við annan, en hvað skuldar þú? Hann svaraði, 100 tunnur hvetis. Og hann sagði honum, tak þú skuldabréf þitt og skrifa 80. Og húsbóndinn hrósaði rangláta ráðsmanninum fyrir að hafa breytt kænlega. Því að börn þessa heims eru kærni í skiptum við sína kynslóð en börn ljósins. Og ég segi yður, aflið yður vina með hinum rangláta mammón, svo þeir taki við yður í eilífar tjaldbúðir, þegar honum sleppir. Sá sem trúr í því smæsta einnig trúr í miklu, og sá sem ótrúr í því smæsta og ótrúr í miklu. Ef þér reynist ekki trúir í hinum ranglata mammón, hver trúir yður þá fyrir sönnum auði? Og ef þér reynist ekki trúir í því sem annars hver gefur yður þá það sem yðar Engin þjónn getur þjónað tveimur herrum, annaðhvort hatar hann annan og elskar hinn, eða þýðist annan og ofrækir hinn. Þér getið ekki þjónað Guði og mammón. En farísearnir, sem voru menn fégjarnir, heyrðu þetta og gjörðu gys að honum. En hann sagði við þá, þér eru þeir sem réttlætið sjálfa yður í augum manna, en Guð þekkir hjörtu yðar. Því það sem hátt að dómi manna viðurstigið í augum Guðs. Lögmálið og spámennir ná fram til Jóhannesar. Þaðan í frá flutt fagnaðarendi Guðs ríkis, og hver maður vill ryðjast þar inn. En það auðveldara að himinn og jörð líði undir lok, en eitt stafkrókur lögmálsins fall úr gildi. Hver sem skilur við konu sína og gengur eiga aðra, drýgir hór, og hver sem gengur eiga konu sem skil henni við mann, drýgir hór. Einu sinni var maður nokkur ríkur, klæddist purpura og dýru líni og liði hver dag í dýrlegum fagnaði. En fátækur maður, hlaðinn kaunum, lá fyrir dyrum hans og hét sá Lasarus. Feginn vildi hann setja sig á því fjallaborði ríkamannsins, og jafnvel hundar komu og sleiktu kaun hans. En nú gjörðist það að fátækimaðurinn dó, og báru hann englar í faðm Abrahams. Ríkimaðurinn dó líka og var grafinn. Og í helju, þar sem hann var í kvölum, hóf hann upp augu sín og sá Abraham í fjarska, og Lasarus við brjóst hans. Þá kallaði hann, Faðir Abraham, viskuna þú mér og send Lasarus, hann dýfi fingurgómu sínum í vatn og kæli tungu mína, því ég kvelst í þessum loga. Abraham sagði, minnstu þess barn að þú hlaust þín gæði meðan þú lifðir, og Lasarus böl á sama hátt. Nú hann hér huggaður, en þú kvelst. Auk alls þessa mikið djúp staðfest milli vor og yðar, svo að þeir héðan vildu fara yfir til yðar, geti það ekki, og eigi verði heldur komist þaðan yfir til vor. En hann sagði, þá bið ég þig, Faðir, að þú sendir hann í hús föðurins míns. En ég á 5 bræður, til þess að vara þá við, svo þeir komi ekki líka á þennan kvala stað. En Abraham segir, þeir hafa Móse og spámennina, hlýði þeir þeim. Hinn svaraði, nei, Faðir Abraham, en ef einhver kæmi til þeirra frá hinum dauðu, myndu þeir gjöra eiðrun. En Abraham sagði við hann, ef þeir hlýða ekki Móse og spámönnunum, láta þeir ekki heldur sannfærast, þótt einhver rísi upp frá dauðum. 17. kapli. Hann sagði við lærisveina sína, eigi verður umflúið að til girninga komi, en veið þeim veldur. Betra væri honum að hafa mylnustein hálsinn og vera varpað í hafið, en að tæla einn af þessum smælingum til falls. Hafið gát á sjálfum yður, ef bróðir þinn syndgar, þá ávíta hann, og ef hann yðrast, þá fyrirgef honum. Og þótt hann misgjöri við þig 7 sinnum á dag, og snúi 7 sinnum aftur til þín og segi, ég yðrast,
þá skalt þú fyrirgefa honum. Postularnir sögðu við drottin, auk oss trú. En drottin sagði, ef þér hefðu trú eins og mustarkorn, gætu þér sagt við mórbréttrið þetta, ríf þig upp með rótum og fest rætur í sjónum, og það myndi hlýða yður. Hafið einhver eða þjón, plægir eða hirðið fénað, segir hann þá við hann, þegar hann kemur inn af akri. Kom þegar og setið til borðs, segir hann ekki fremur við hann, búð þú mér kvöldverð, girð þig og þjóna mér, meðan ég et og drekk, síðan getur þú etið og drukkið. Og hann þakkar þjóni sínum fyrir að gjöra það sem boðið var. Eins skulu þér segja, þá þér hafi gjört allt sem yður var boðið. Ónýtið þjónar erum við höfum gjört það eitt sem við vorum skyldir að gjöra. Svo bar við á ferð hans til Jerúsalem að leið hans lá á mörkum Samaríu og Galilíu. Og hann kom inn í þorp nokkurt, mættu honum 10 menn líkþráir. Þeir stóðu álengdar, hófu brauð sína og kölluðu, Jesús, meistari, muskuna þú oss. Hann leit þá, sagði hann við þá, farið og sýniðu prestunum. Þeir héldu af stað og nú brá svo við að þeir urðu hreinir. En einn þeirra sneri aftur, hann sá að hann var heill orðinn og lofaði Guð hárri röstu. Hann féll fram á ásjónu sína að fótum Jesú og þakkaði honum, en hann var samverji. Jesús sagði, urðu ekki allir 10 hreinir, hvar eru hinir 9? Urðu engi til þess að snúa aftur að gefa Guði dýrðina nema þessi útlendingur. Síðan mælti Jesús við hann, stattu upp og far leiða þinnar, trú þín hefur bjargað þér. Farissear spurðu hann, hvenær Guðs ríki kæmi? Hann svaraði þeim, Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki munu menn segja, sjá, þar það eða hér það, þegar Guðs ríki innra með yður. Og hann sagði við lærisveinana, þeir dagar munu koma að þeir þráið að sjá einn dag mannsonarins og munu eigi sjá. Menn munu segja við yður, sjá hér, sjá þar, en farið ekki og hlaupið eftir því, eins og elding sem lyftrar og lýsir frá einu skauti til himins til annars, svo mun mannssonurinn verða á degi sínum. En fyrst á hann margt að líða og úrskúfar verða þessari kynslóð. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða á dögum mannssonarins. Menn átu og drukku, kventust og giftust, allt til þess dags Nói gekk í örkina, og flóðið kom og tortímdi öllum. Eins var og á dögum Lots, menn átu, drukku, keyptu og seldu, gróðursettu og byggðu. En daginn sem Lot fór úr Sódómu rigndi eldi og brennistein af himni og tortímdi öllum. Eins mun verða á þeim degi mannssonurinn opinberast. Sá sem þann dag á þaki uppi og á muni sín í húsinu, fari ekki ofan að sækja þá, og sá sem á akri skal ekki heldur hverfa aftur. Minnis konu Lots, sá sem vil sjá lífi sínu borgið mun týna því, en sá sem týnir því mun öðlast líf. Ég segi yður, á þeirri nóttu verða 2 í einni hvílu, annar mun tekinn, hinn eftir skilin. 2 munu mala á sömu kvörn, önnur verður tekinn, hinn eftir skilin. 2 verða á akri, annar mun tekinn, hinn eftir skilin. Þeir spurðu hann þá, hvar herra? En hann sagði við þá, þar munu erninni safnast sem hrægið er. 18. kafli. Þá sagði hann þeim dæmisögum það, hvernig þeir skyldu stöðugt biðja og eigi þreytast. Í borg einni var dómari sem hvorki óttaðist Guð né skeytt nokkurt mann. Í sömu borg var ekkja sem kom einlægt til hans og sagði, látu mig ná rétti á mótstöðumanni mínum. Það vildi hann ekki lengi vel, en að lokum sagði hann við sjálfan sig, ekki óttast ég Guð að sönnu, ég skeytt nokkurt mann, en þessi ekkja læti mig aldrei í friði. Því vil ég rétta hlut hennar, áður en hún gjörir út af mig með nauði sínu. Og drottin mælti, heyrið, hvað ranglati dómarinn segir.
Mun Guð þá ekki rétta hlut sína útvöldu, sem hrópa til hans dag og nótt? Mun hann draga að hjálpa þeim? Ég segi yður, hann mun skjótt rétta hlut þeirra. En mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Hann sagði líka dæmisögu þessa við nokkra þá treystu því að sjálfur væru þeir réttlátir, en fyrirlitu aðra. 2 menn fóru upp í helgidóminn að biðjast fyrir. Annar var farisi, hinn tollheimtumaður. Farisiinn stíg fram og baðst hann fyrir með sjálfum sér. Guð, ég þakka þér að ég ekki eins og aðri menn, ræningjar, ranglátir, hórkarlar, eða þá eins og þessu tollheimtumaður. Ég fasta 2 viku og geld 10 af öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn stóð langt frá og vildi ekki einu sinni hefja augu sín til himins, heldur barði sér á brjósti og sagði, Guð, vertu mér syndugum líksamur. Ég segi þér, þessi maður fór réttlættur heim til sín, en hinn ekki, því að hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýkir sjálfan sig mun upphafinn verða. Menn færðu til hans ungbörnin, hans snerti þau. Lærisveinarnir sáu það og átöldu þá. En Jesús kallaði þau til sín og mælti, leifið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra er Guðs ríki. Sannlega segi ég yður, hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, mun aldrei inn í það koma. Höfðingi nokkur spurði hann, góði meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann, hví kallar þú mig góðan? Enginn góður nema Guð einn. Þú kannt boðorðin. Þú skalt ekki drýga hór, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni, heiðra föður þinn og móður. Hann sagði, alls þessa hef ég gert frá æsku. Þegar Jesús heyrði þetta, sagði hann við hann, enn er þér eins vant. Sel allt sem þú átt og skipt meðal fátækra, munt þú fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg mér. En hann heyrði þetta, var hann hryggur við, enda auðugur mjög. Jesús sá það og sagði, hver torvelt er þeim sem auðin hafa að ganga inn í Guðs ríki. Auðveldara er úlvalda að fara gegnum nálarauga en auðmanni að komast inn í Guðs ríki. En þeir sem á hlýddu spurðu, hver getur þá orðið hólpinn? Hann mælti, það sem mönnum megn, það megnar Guð. Þá sagði Pétur, við yfirgáfum allt sem við áttum og fylgdum þér. Jesús sagði við þá, sannlega segi yður, að enginn hefur yfirgefið heimili, konu, bræður, foreldra eða börn Guðs ríkis vegna, án þess hann fái margfalt aftur á þessum tíma og í hinum komandi heimi eilíft líf. Hann tók þá 12 til sín og sagði við þá, nú förum við upp til Jerúsalem og mun allt það koma fram við mannssonin sem skrifað hjá spámönnunum. Hann verður framseldur heiðingum, menn munu hæða hann, misturum á honum og hrækja á hann. Þeir munu húsdrykkja hann og lífláta, en á 3. degi mun hann upprísa. En þeir skildu ekkert af þessu, orð þessi voru þeim hulin, og þeir skynjuðu ekki það sem sagt var. Svo bar við, hann nálgaðist Jerikó, að blindum maður sat þar við veginn og betlaði. Hann heyrði að mannfjöldi gekk hjá og spurði hvað væri að vera. Var honum sagt að Jesús frá Nasaret færi frá. Þá hrópaði hann, Jesús, sonur Davíðs, miskunna þú mér. En þeir sem á undan fóru höstuð á hann, að hann þegði, en hann hrópaði því meir, sonur Davíðs, miskunna þú mér. Jesús nam staðar og bauð að leiða hann til sín. Hann kom nær spurði Jesús hann, hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Hann svaraði, Herra, að ég fá aftur sjón. Jesús sagði við hann, fá þú aftur sjónina, trú þín hefur bjargað þér. Jafnskjótt fekk hann sjónina, hann fylgdi honum og lofaði Guð. En allt fólkið sá þetta, vegsamaði Guð. 19. kafli. Jesús kom til Jerikó og gekk gegnum borgina.
En þar var maður Sakkeus hét. Hann var yfir tollheimtumaður og auðugur. Langaði hann að sjá hver Jesús væri, en tókst ekki fyrir mannfjöldanum, því hann var lítill vexti. Hann hljóp þá undan og klefraði upp í mórbæratré til þess að sjá Jesú, en leið hans lá þar hjá. Og Jesús kom þar að, leit hann upp og sagði við hann: Sakkeus, flýtt þér ofan. Í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti sér ofan og tók á móti honum glaður. Þeir sáu þetta, létu allir illa við og sögðu: hann fer til að gista hjá bersyndugum manni. En Sakkeus stéð fram og sagði við drottinn: Herra, helming eigna minna gef ég fátækum, og hafi ég haft nokkuð af nokkrum, gef ég honum ferfalt aftur. Jesús sagði þá við hann: Í dag hefur hjálpraði hlotnast húsi þessu, enda þessi maður líka Abrahams sonur. Því að mannssonurinn kominn að leita henni týnda og frelsa það. Meðan þeir hlýddu á, bætti hann við dæmisögu, því hann var í nánd við Jerúsalem og þeir ætluðu að Guðs ríki myndi þegar birtast. Hann sagði: Maður nokkur, tíginborinn, fór í fjarlægt land til þess að taka við konungdómi og koma síðan aftur. Hann kallaði 10 þjóna sína, seldi þeim í hendur 10 pund og sagði við þá: Verslið með þetta þangað til ég kem. En landar hans hötuðu hann og gerðu sendimenn á eftir honum til að segja: Við viljum ekki að þessi maður verði konungur yfir oss. Nú kom hann aftur og hafði tekið konungdóm. Þá lét hann kalla fyrir sig þjóna þá hann hafði selt féð í hendur, til þess að vita hvað hver hefði grætt. En fyrsti kom og sagði: Herra, pundið hefur ávastast 10 pund. Konungur sagði við hann: Gott, þú góði þjónn, þú varst trúr í mjög litlu og því skaltu ráða fyrir 10 borgum. Annar kom og sagði: Pundið, herra, hefur gefið af sér 5 pund. Hann sagði eins við hann: Þú skalt og vera yfir 5 borgum. Enn kom einn og sagði: Herra, hér pundið, ég hef haft það geymt í dúki, því að ég var hættur við þig, en þú ert maður strangur og tekur það úr sem þú lagðir ekki inn, og uppsker það sem þú sáðir ekki. Hann segir við hann: Illi þjónn, eftir orðum þínum dæmi ég þig. Þú vissir að ég maður strangur sem tek það út sem ég lagði ekki inn og uppsker það sem ég sáði ekki. Hvers vegna léstu þá ekki féð mitt í banka? Þá hef ég fengið það með vöxtum ég kom heim. Og hann sagði við þá hjá voru: Takið af honum pundið og fáið þeim sem hefur 10 pundin. En þeir sögðu við hann: Herra, hann hefur 10 pund. Ég segi yður, hverjum sem hefur mun gefið verða, og frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. En þessa óvinni mína sem vildu ekki að ég yrði konungur yfir sér, færi þá hingað og höggvið þá frammi fyrir mér. Þá Jesús hafði þetta mælt, hélt hann á undan áfram upp til Jerúsalem. Þegar hann nálgaðist Betfage og Betaníu við Olíufjallið, sem svo nefnt, sendi hann 2 lærisveina sína og mælti: Farið í þorpið hér framundan. Þegar þið komið þangað, munið þið finna fola bundin, sem enginn hefur enn komið á bak. Leysið hann og komið með hann. Ef einhver spyr ykkur: Hvers vegna leysið þið hann? Þá svarið svo: Herran þarf hans við. Þeir sem sendir voru fóru á fund, svo sem hann hafði sagt þeim, og þeir leystu folan, sögðu eigendur hans við þá: Hvers vegna leysið þið folan? Þeir svörðu: Herran þarf hans við, og fóru síðan með hann til Jesú. Þeir lögðu klæði sína á folan og settu Jesú á bak. En það sem hann fór breiddu menn klæði sín á veginn. Þegar hann var að koma þar að, sem farið ofan af Olíufjallinu, hóf allur flokkur lærisveina hans að lofa Guð fagnandi hárri röstu fyrir öllu kraftaverk þeir höfðu séð og segja: Blessað sé sá sem kemur, konungurinn í nafni drottins, friður á himni og dýrð í upphæðum. Nokkrir farísear í mannfjöldanum sögðu við hann: Meistari, hasta þú á lærisveina þína? Hann svaraði: Ég segi yður, ef þeir þegja,
munu steinarnir hrópa. Og hann kom nær og sá borgina, grét hann yfir henni og sagði: Ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi hvað til friðar heyrir, en nú það hulið á sjónum þínum, því að þeir dagar munu koma yfir þig, að óvinir þínir munu gjöra virki þig, setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig að velli og börn þín sem í þér eru, og ekki láta standa stein yfir steini í þér, vegna þess að þú þekktir ekki þinn vetjunartíma. Þá gekk hann inn í helgidóminn og tók að reka út þá þeir voru að selja og mælti við þá: Ritað hús mitt á að vera bænahús, en þér hafi gjört það að ræningjabæli. Daglega var hann að kenna í helgidóminum, en æðstu prestarnir og fræðimennirnir svo fyrirmenn þjóðarinnar leitust við að ráða hann af dögum, en fundu eigi hvað gjöra skyldi, því að allur lýðurinn vildi ákaft hlýða á hann. 20. kafli. Svo bar við einn dag hann var að kenna lýðnum í helgidómunum og flutti fagnaðerindið að æðstu prestarnir og fræðimennirnir ásamt öldungunum gengu til hans og sögðu: Segð þú oss með hvað valdi gjörur þú þetta? Hver hefur gefið þér þetta vald? Hann svaraði þeim: Ég vil og leggja spurningu fyrir yður, segi mér, var skýrt Jóhannesar frá himni eða frá mönnum? Þeir ákust hver við annan þetta og sögðu: Ef ég svörum frá himni, spyr hann: Hví trúðu þér honum þá ekki? Ef ég svörum frá mönnum, mun allur lýðurinn grýta oss, því hann sannfærður að Jóhannes sé spámaður. Þeir kváðust því ekki vita hvaðan hún væri. Jesús sagði við þá: Ég segi þá ekki heldur með hvað valdi ég gjöri þetta. Og hann tók að segja lýðnum dæmisögu þessa: Maður nokkur plantaði víngarð og seldi hann vínyrkjum á leigu, fór síðan úr landi til langdvala. Á settum tíma sendi hann þjón til vínyrkjana að þeir fengju honum hlut af ávexti víngarðsins. En vínyrkjarnir börðu hann og sendu burt tómhentan. Aftur sendi hann annan þjón, þeir börðu hann einnig og svífurtu og sendu burt tómhentan. Og enn sendi hann hinn þriðja, en þeir veittu honum einnig áverka og köstuðu honum út. Þá sagði eigandi víngarðsins: Hvað á ég að gjöra? Ég sendi son minn elskaðan, má vera þeir virði hann. En vínyrkjarnir sá hann, báðu þeir saman ráð sín og sögðu: Þetta erfinginn, drepum hann, þá fáum við arfinn. Og þeir köstuðu honum út fyrir víngarðinn og drápu hann. Hvað mun nú eigandi víngarðins gjöra við þá? Hann mun koma, tortíma vínyrkjum þessum og fá öðrum víngarðinn. Þegar þeir heyrðu þetta, sögðu þeir: Verði það aldrei. Jesús horfði á þá og mælti: Hvað merkir þá ritning þessi? Sá steinn sem smiðirnir höfnuðu orðinn hyrningasteinn. Hver sem fellur á þennan stein mun sundur mólast, og þann sem hann fellur á mun hann sundur merja. Fræðimennirnir og æðstu prestarnir vildu leggja hendur á hann á sömu stundu, en óttuðust lýðinn. Þeir skildu að hann átti við þá með dæmisögu þessari. Þeir höfðu gætur á honum og sendu njósnaramenn létust vera einlægir. Þeir áttuð að hafa á orðum hans svo að þeir mættu framselja hann í hendur og á vald landstjórans. Þeir spurðu hann: Meistari, við vitum að þú talar og kennir rétt og gjörir þér engan mannamun, heldur kennir Guðs veg í sannleika. Leyfist oss að gjalda keisaranum skatt eða ekki? En hann merkti flærð þeirra og sagði við þá: Sýni mér denar, hvers mynd og yfirskrift á honum? Þeir sögðu: Keisarans. En hann sagði við þá: Gjaldi þá keisaranum það sem keisarans og Guði það sem Guðs Og þeir gátu ekki haft neitt á orðum hans í viðvist lýsins, en undruðu svar hans og þögðu. Þá komu nokkrir sadúkear, en þeir neitað því að upplýsa sér til, og sögðu við hann: Meistari, Móses segir oss í ritningunum að deyi maður kvæntur,
en barnlaus skuli bróðir hans ganga að eiga ekkjuna og vekja honum niðja. Nú voru 7 bræður, sá fyrsti tók sér konu og dó barnlaus. Gekk þá annar bróðurinn og síðan hinn þriðji að eiga hana og eins allir 7 og létu þeir engin börn eftir sig ef þeir dóu. Síðast dó og konan. Kona hvers þeirra verður hún í upprisunni. Allir 7 höfðu þeir átt hana. Jesús svaraði þeim: börn þessar aldar kvænast og giftast, en þeir sem verðir þykja að fá hlutdeild í komandi veröld og upprisunni frá dauðum kvænast hvorki né giftast. Þeir geta ekki heldur dáið framar, þeir eru englum jafnir og börn Guðs, enda börn upprisunar. En að dauðir rísu upp, það hefur jafnvel Móses sýnt í sögunni þyrnirunnin. En hann kallar Drottinn Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki er hann Guð dauðra, heldur lifenda, því að honum lifa allir. Þá sögðu nokkru fræðimannanna: vel mælt, meistari, en þeir þorðu ekki framar að spyrja hann eins. Hann sagði við þá: hvernig geta menn sagt að Kristus sé sonur Davíðs? Davíð segir sjálfur í sálmunum: Drottinn sagði við minn Drottinn: set þig mér til hægri handar, þangað til ég gjöri óvini þína að fóskur þinni. Davíð kallar hann Drottinn, hvernig getur hann þá verið sonur hans? Í áheyrn alls liðsins sagði hann við lærisveina sína: varist fræðimennina sem fýsir að ganga í síðskirkjum og ljúft að láta heilsa sér á torgum, vilja skipa æðsta bekk í samkundum og hefðarsæti í veislum. Þeir éta upp heimili ekna og flytja langar bænir að yfirskinni. Þeir munu fá því þyngri dóm. 21. kafli. Þá leit hann upp og sá auðmenn leggja gjafir sínar í fjárhirsluna. Hann sá ekki eina fátæka leggja þar 2 smápeninga. Þá sagði hann: ég segi yður með sanni, þessi fátæka ekkja gaf meira en allir hinnir. Hinnir allir lögðu í sjóðin af allsnægtum sínum, en hún gaf af skorti sínum alla björg sína. Einhverju höfðu orð á að helgidómurinn væri pryddur fögrum steinum og heitgjöfum. Þá sagði Jesús: þér horfið á þetta, en þeir dagar munu koma að hér stendur ekki eftir steini við steini eða eigi sér niður brotin. En þeir spurðu hann: meistari, hvenær verður þetta og hvert mun tákn þess að það sé að koma fram? Hann svaraði: varist að láta leiðir í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja: það er ég, og tíminn er í nánd. Fylgið þeim ekki. En þegar þér spyrjið hernað og upplaup, þá skelfist ekki, þetta á undan að fara, en endinn kemur ekki samstundis. Síðan sagði hann við þá: þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verða landskjálftar miklir og drepsóttir og hungur á ýmsum stöðum, en ógnir og tákn mikil á himni. En á undan öllu þessu munu menn leggja hendur á yður, ofsækja yður, færa yður fyrir samkundur og í fangelsi og draga yður fyrir konunga og landshöfðingja, sakir nafns míns. Þetta veitir yður tækifæri til vitnisburðar, en festið það vel í huga að vera ekki fyrirfram að hugsa hvernig þér eigi verjast. Því ég mun gefa yður orð og visku sem engir móstumenn yðar fá staði gegn ég hrakið. Jafnvel foreldrar og bræður, frændur og vinir munu framselja yður og sumir yðar munu líflátnir, og þér munu hatar af öllum vegna nafns míns, en ekki mun tínast eitt hár á höfði yðar. Verið þrautsegir og þér munu ávinna sálir yðar. En þegar þér sjáið herfylkingar umkringja Jerúsalem, þá vitið að eyðing hennar er í nánd. Þá flýið þeir sem í Júdíu eru til fjalla, þeir sem í borginni eru flytjist burt, og þeir sem eru á ekrum úti fari ekki inn í hana. Því þetta eru refsingardagar, þá er allt það sem rætist sem ritað er. Veið þeim sem þungaðar eru og þeim sem börn hafa brjósti á þeim dögum, því að mikil neyð mun þá verða í landinu og reiði yfir líð þessum.
Þeir munu falla fyrir sverðsekkjum og herleitið verða til allra þjóða og Jerúsalem verður fótum troðin af heiðingjum, þar til tímar heiðingjana eru liðnir. Tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum og á jörðu angist þjóða, ráðalausa við dunur hafs og brimgný. Menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því koma mun yfir heimsbyggðina, því að kraftar himnanna munu bifast. Þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyfti upp höfðum yðar, þegar lausn yðar í nánd. Hann sagði þeim og líkingu: Gætið að fíkjutrénu og öðrum trjám, þegar þér sjáu þau farin að bruma, þá vitið þér af sjálfum yður að sumarið nánd. Eins skulu þér vita, þegar þér sjáu þetta verða, að Guðs ríki í nánd. Sannlega segi ég yður, þessi kynslóð mun ekki líða undir lok, uns allt komið fram. Himinn og jörð mun líða undir lok, en orð mín mun aldrei undir lok líða. Hafið gát á sjálfum yður, að hjörtu yðar þyngist ekki við svall og drykkju, né áhyggjur þessa lífs, og komið svo dagur sá sem skyndilega yfir yður, eins og snara. En koma mun hann yfir alla menn sem byggja gjörvalla jörð. Vakið því alla stundir og biðjið, svo að þér megið umflýja allt þetta sem koma á og standast frammi fyrir mannsinnunum. Á daginn var hann að kenna í helgidóminum, en fór og dvaldist nætur á Olíufjallinu svo nefnt. Og allt fólkið kom árla á morgnana til hans í helgidómin að hlýða á hann. 22. kafli. Nú fór í hönd hátíð ósýrðu brauðana, svo nefnist páskar, og æðstu prestarnir og fræðimennirnir leituðu fyrir sér hvernig þeir gætu ráðið hann af dögum, því að þeir voru hræddir við lýðin. Þá fór Satan í Júdas sem kallar af Ískariot og var í tölu þeirra 12. Hann fór og ræddi við æðstu prestana og varðfóringjanum það, hvernig hann skyldi framsegla þeim Jesú. Þeir urðu glaðir við og hétu honum féð fyrir. Hann gekk að því og leitaði færis að framsegla hann þeim þegar fólkið væri fjarri. Þegar sá dagur ósýrðu brauðana kom, slátra skyldi páskalambinu, sendi Jesús þá Pétur og Jóhannes og sagði: Farið og búið til páskamáltíðar fyrir oss. Þeir sögðu við hann: Hvar vilt þú að við búum hana? En hann sagði við þá: Þegar þið komið inn í borgina, mætir ykkur maður sem ber vaskir. Fylgið honum inn þangað sem hann fer og segið við húsráðandann: Meistarinn spyr þig, hvar herbergið þar sem ég get neytt páskamáltíðarinnar með lærisveinum mínum? Hann mun þá sýna ykkur lofsalmikinn, búinn hægindum, hafið þar viðbúnað. Þeir fóru og fundu allt eins og hann hafði sagt og bjuggu til páskamáltíðar. Og stundin var komin, gekk hann til borðs og postularnir með honum. Og hann sagði við þá: Hjartanlega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíðar með yður, áður en ég líð, því ég segi yður, eigi mun ég fram að neyta hennar fyrir en hún fullkomnast í Guðs ríki. Þá tók hann kaleik, gjörði þakkir og sagði: Takið þetta og skiptið með yður. Því ég segi yður, hérðan í frá mun ég eigi drekka af ávisti vínviðarins, fyrir en Guðs ríki kemur. Og hann tók brauð, gjörði þakkir, braut það, gaf þeim og sagði: Þetta líkami minn sem fyrir yður gefinn. Gjörið þetta í mína minningu. Eins tók hann kaleikinn eftir kvöldmáltíðina og sagði: Þessi kaleikur hinn nýji sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður úthelt. En sjá, hönd þess mig svíkur á borðinu hjá mér. Mannssonunin fer að sönnu þá leið sem ákveðin en veið þeim manni sem því veldur að hann verður framseldur. Og þeir tóku að spyrjast á það, hver þeirra myndi verða til þess að gjöra þetta. Og þeir fóru að metast hver þeirra væri talinn mestur. En Jesús sagði við þá: Konungar þjóða drottna,
yfir þeim og valdafar þeirra kallast velgjörðamenn. En eigi sé yður svo farið, heldur sé hinn mesti yður á meðal sem væri hann yngstur og foringinn sem þjónn. Því hvort sá meiri sem situr til borðs eða hinn sem þjónar? Það ekki sá sem situr til borðs? Samt ég meðal yðar eins og þjónninn. En þér eru þeir sem hafið verið stöðugir með mér í freistingum mínum, og yður fæ ég ríki í hendur eins og faðir minn hefur fengið mér, að þér megi eta og drekka við borð mitt í ríki mínu. Sitja hásætum og dæma 12 ættkvíslir Ísraels. Símon, Símon, Satan krafðist yðar að sælda eins og hveiti, en ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki. Og styrkt þú bræður þína þegar þú snúin við. En Símon sagði við hann, Herra, reiðubúin ég að fylgja þér bæði fangelsi og dauða. Jesús mælti, ég segi þér, Pétur, áður en hani galar í dag munt þú 3 svar hafa neitað því að þú þekkir mig. Og hann sagði við þá, þegar ég sendi þér út án pingju og mals og skólausa, brastiðu þá nokkuð? Þeir svörðu, nei ekkert. Þá sagði hann við þá, en nú skal sá pingju hefur taka hana með sér, og eins sá mal hefur, og hinn sem ekkert á selji yfirhöfn sína og kaupi sverð. Því ég segi yður að þessi ritning á að rætast á mér. Með illvirkjum var hann talinn, og nú að fullnast það sem mig ritað. En þeir sögðu, Herra, hér eru 2 sverð. Og hann sagði við þá, það nóg. Síðan fór hann út og gekk eins og hann var vanur til Olíufjallsins, og lærisveinarnir fylgdu honum. Þegar hann kom á staðinn, sagði hann við þá, biðjið að þér fallið ekki í freistni. Og hann vék frá þeim, svo sem steinsnar, féll á kné, baðst fyrir og sagði, Faðir, ef þú vilt, þá tak þennan kaleik frá mér. En verði þó ekki minn, heldur þinn vilji. Þá birtist honum engill af himni, sem styrkti hann, og hann komst í dauðans angist og baðst enn ákafar fyrir. En sveiti hans var eins og blóðdrópar féllu á jörðina. Hann stóð upp frá bæn sinni, kom til lærisveinanna og fann þá sofandi, örmagna af hryggð. Og hann sagði við þá, hví sofið þér? Rísið upp og biðjið að þér fallið ekki í freistni. Meðan hann var enn að tala kom flokkur manna, og fremstu fór einn hinna 12, Júdas, áðurnefndur. Hann gekk að Jesú til að kyssa hann. Jesús sagði við hann, Júdas, svikur þú mannssonin með kossi? Þeir sem með honum voru sá að hverju fór og sögðu, Herra, eigum við ekki að bregða sverði? Og einn þeirra hjó til þjóns æðstaprestins og sneið af honum hægra eyrað. Þá sagði Jesús, hér skal staðar nema, og hann snart eyrað og læknaði hann. Þá sagði Jesús við æðstu prestana, varðforingja helgidómsins og öldungana, sem komni voru á móti honum. Eru þér að fara að mér með sverðum og bareflum eins og gegn ræningja? Daglega varum ég með yður í helgidómunum, og þér lögðu ekki hendur á mig, en þetta yðar tími og máttur myrkrana. En þeir tóku hann höndum og leiddu brott og fóru með hann í hús æðstaprestins. Pétur fylgdi eftir álengdar. Menn höfðu kveikt eld í miðjum gardinum og sátu við hann, og Pétur settist meðal þeirra. En þarna nokkur sá hann sitja í bjarmanum, hvessti á hann augum og sagði, þessi maður var líka með honum. Því neitaði hann og sagði, kona, ég þekki hann ekki. Litlu síðar sá hann annar maður og sagði, þú ert líka einn af þeim. En Pétur svaraði, nei, maður minn, það ég ekki. Og að liðinum það bil einni stund fullyrti enn annar þetta og sagði, víst var þessi líka með honum, enda Galileu maður. Pétur mælti, ekki skil ég hvað þú átt við maður. Og jafnskjótt sem hann sagði þetta, gól hani, og drottin vék sér við og leit til Péturs. Þá minntist Pétur orða drottins, þegar hann mælti við hann, áður en hani galar í dag, myndu 3 svar afneita mér, og hann gekk út og grét beisklega.
En þeir menn sem gættu Jesú hættu hann og börðu, huldu andlit hans og sögðu: Spáðu nú hver það var sem sló þig. Og marga aðra svífurðu, sögðu þeir við hann. Þegar dagur rann kom öldungar á lýsin saman, bæði æstu prestar og fræðimenn, og létu færa hann fyrir ráðsfund sinn. Þeir sögðu: Ef þú ert Kristur, þá seg oss það. En hann sagði við þá: Þótt ég segi yður það, muni þér ekki trúa. Ef ég spyr yður, svarið þér ekki. En upp frá þessu mun mannssonurinn sitja til hægri handar Guðs kraftar. Þá spurðu þeir allir: Ert þú þá sonur Guðs? Og hann sagði við þá: Þér segið að ég sé sá. En þeir sögðu: Hvað þurfum við nú fram að vitnis við? Við höfum sjálfur heyrt það af munni hans. 23. kafli. Þá stóð upp allur skarinn og færði hann fyrir Pílatus. Þeir tóku að ákæra hann og sögðu: Við höfum komist að raunum að þessi maður leiði þjóðvora afvega. Hann bannar að gjalda keisaranum skatt og segir sjálfur vera Kristur konungur. Pílatus spurði hann þá: Ert þú konungur gyðinga? Jesús svaraði: Þú segir það. Pílatus sagði við æðstu prestana og fólkið: Enga sök finn ég hjá þessum manni. En þeir eru því ákafari og sögðu: Hann næsir upp lýðinn með því sem hann kennir í allri Júdeu. Hann byrjaði í Galileu, var nú kominn hingað. Þegar Pílatus heyrði þetta, spurði hann hvort maðurinn væri í Galilei, og hann var þess vís að hann var úr umdæmi Heródesar, sendi hann til Heródesar, þá var og í Jerúsalem á þeim dögum. En Heródes var næsta glaður hann sá Jesú, því hann hafði lengi langað að sjá hann, þar hann hafði heyrt frá honum sagt. Vænti hann nú að sjá hann gjöra einhver tákn. Hann spurði Jesú á marga vegu, en hann svaraði honum engu. Æðstu prestarnir og fræðimennir stóðu þar og ákærði hann harðlega. En Heródes óvirti hann og spottaði ásamt hermönnum sínum, lagði yfir hann skínandi klæði og sendi hann aftur til Pílatusar. Á þeim degi voru þeir Heródes og Pílatus vinir, en áður var fjandskapur með þeim. Pílatus kallaði nú saman æðstu prestana, höfðingjana og fólkið og mælti við þá: Þér hafið fært mér þennan mann og sagt hann leiða fólkið afvega. Nú hef ég yfirheyrt manninn í yðar viðurvist, en enga þá sök fundið hjá honum, ef þér ákærði hann Ekki heldur Heródes, því hann sendi að hann aftur til vor. Ljóst að hann hefur ekkert það dríkt eða dauða sé vert. Ætla ég því að hirta hann og láta lausan, en skylt var honum að gefa þeim lausan eitt bandingja á hverri hátíð. En þeir æptu allir: Burt með hann, gef oss Barabbas lausan. En honum hefði verið varpað í fangelsi fyrir upplaup nokkuð sem varð í borginni og manndráp. Pílatus talaði enn til þeirra og vildi láta Jesú lausan, en þeir æptu á móti: Krossfestu hann. Í þriðja sinn sagði Pílatus við þá: Hvað illt hefur þá þessi maður gjört? Enga dauðasök hef ég fundið hjá honum. Ætla ég því að hirta hann og láta hann lausan. En þeir sóttu á með ópi miklu og heimtuðu hann yrði krossfestur, og hróp þeirra tóku yfir. Þá ákvað Pílatus að kröfu þeirra skildi fullnægt. Hann gaf lausan þann þeir báðu og varpað hafði verið í fangelsi fyrir upplaup og manndráp. En Jesú framseldi hann að þeir færu með hann sem þeir vildu. Þegar þeir leiddu hann út, tóku þeir Símon nokkurn frá Kýreni, kom utan úr sveit og lögðu krossin á hann bæri hann eftir Jesú. En honum fylgdi mikil fjöldi fólks og kvenna, hörmuðu hann og grétu. Jesú sneri sér að þeim og mælti: Jerúsalems dætur, grátið ekki yfir mér, en grátið yfir sjálfum yður og börnum yðar. Því þeir dagar koma menn munu segja: Sælar eru óbyrjur, og þau móðurlíf aldrei fæddu, og þau brjóst sem enga nærðu.
Þá munu menn segja við fjöllin, hrynjið yfir oss, og við hálsana hyljið oss. Því að sé þetta gjört við hið græna tréð, hvað mun þá verða hið visna? Með honum voru og færði til líflás aðrir tveir sem voru illvirkjar. Og þeir komið til staðar sem heitir Hauskúpa, krossfestu þeir hann þar og illvirkjana, annar til hægri handar, hinn til vinstri. Þá sagði Jesús, Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. En þeir köstuðu hlutum klæði hans og skiptu með sér. Fólkið stóð og horfði á, og höfðingjarnir gjörðu gys að honum og sögðu, öðrum bjargaði hann, bjargi hann nú sjálfum sér, ef hann Kristur Guð sinn útvaldi. Eins hættu hann hermennir, komu og báru honum edik og sögðu, ef þú ert konungur gyðinga, þá bjargaðu sjálfum þér. Yfirskrift var yfir honum, þessi konungur gyðinga. Annar þeirra illvirkja sem upp voru festir hætti hann og sagði, ert þú ekki Kristur, bjargaðu sjálfum þér og okkur. En hinn ávitaði hann og sagði, hræðist þú ekki einu sinni Guð, og ert þá undir sama dómi. Við erum það með réttu og fáum makleg gjöld fyrir gjörðir okkar, en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín, þegar þú kemur í ríkið þitt. Og Jesús sagði við hann, sannlega segi þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Og nú var nær hádegi og myrkur varð all land til nóns, því sólin misti birtu sinnar, en fortjald musterisins rifnaði sundur í miðju. Þá kallaði Jesús hári röddu, Faðir, í þínar hendur fél ég anda minn, og hann hafði þetta mælt, gaf hann upp andan. Þegar 100 höfðinginn sá það við bar, vegsamað hann Guð og sagði, sannarlega var þessi maður réttlátur. Og fólkið allt sem komið hafði saman að horfa á, sá nú hvað gjörðist, og barði sér á brjóst og hvarf frá. En vinir hans allir og konurnar fylgdu honum frá Galileu, stóðu álengdar og horfðu á þetta. Maðurinn nefndur Jósef, hann var ráðsherra, góður maður og réttviss, og hefði ekki samþykkt ráðherra né athæfi. Hann var frá Arimaþeu, borgu í Júdeu, og vænti Guðs ríkis. Hann gekk til Pílatusar og bað hann líkama Jesú. Hann tók síðan ofan, sveipaði lyngklæði og lagði í gröf, högn í klett, og hafði þar enginn verið áður lagður. Það var aðfangadagur og hvíldardagurinn fór í hönd. Konur þær komið höfðu með Jesú frá Galileu, fylgdu eftir og sá gröfina og hvernig líkami hans var lagður. Þar sneru aftur og bjuggu ilmjurtir og smyrsl. Hvíldardaginn heldur þær kyrru fyrir samkvæmt boðorðinu. 24. kapli. En í eftirölding fyrsta dag vikunar komu þær til grafarinnar með ilmsmyrslin sem þær hefðu búið. Þær sáu þá að steininum hafði velt frá gröfinni, og þegar þær stigu inn fundu þær ekki líkama drottins Jesús. Þær skildu ekkert í þessu, en þá brá svo við að hjá þeim stóðu 2 menn í leiftrandi klæðum. Þær urðu mjög hræddar og hneigðu andlit til jarðar, en þeir sögðu við þær, hví leitið þér hins lifandi meðal dauðra? Hann ekki hér, hann upprisinn. Minnist þess hvernig hann talaði við yður, meðan hann var enn í Galileu. Hann sagði að mannssonurinn skyldi framseldur verða í hendur syndugra manna og krossfestur, en rís upp á 3. degi. Og þær minntust orða hans, snéru frá gröfinni og kunngjörðu allt þetta þeim, 11 og öllum hinum. Þessar konur voru þær María Magdalena, Jóhanna og María móðir Jakobs og hinnar sem voru með þeim. Það sögðu postulum frá þessu, en þeir töldu orð þeirra markleysu eina og trúðu þeim ekki. Pétur stóð þá upp og hljóp til grafarinnar, skyngdist inn og sá það líklæðin ein. Fór hann heim síðan og undrast það sem við hafði borið. 2 þeirra fóru þann sama dag til Þorpsnokkus, sem 60 skeiðrum frá Jerúsalem og heitir Emmaus.
Þeir ræddu sín á milli allt þetta sem gjörst hafði. Þá bar svo við, þeir voru að tala saman og ræða þetta, að Jesús sjálfur nálgast þá og slóst í för með þeim. En augu þeirra voru svo haldin að þeir þekktu hann ekki, og hann sagði við þá: Hvað er það sem þið ræðið svo mjög á göngu ykkar? Þeir námu staðar, daprir í bragði, og annar þeirra, Kleófas að nafni, sagði við hann: Þú viss sá eini aðkomumaður í Jerúsalem sem veist ekki hvað þar hefur gjörst þessa dagana. Hann spurði: Hvað þá? Þeir svörðu: Þetta Jesú frá Nasaret, sem var spámaður, máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum líð. Hvernig æðstu prestar og höfðingjar voru framseldu hann til dauðadóms og krossfestu hann. Við vonuðum að hann væri sá leysa mundi Ísrael, en nú 3. dagur síðan þetta bar við. Þá hafa á konur nokkrar og vorum hóp gjört oss forviða. Þær fóru árla til grafarinnar, en fundu ekki líkama hans, og komu og sögðust enda hafa séð engla í sýn sögðu hann lifa. Nokkur þeirra sem með oss voru, fóru til grafarinnar og fundu allt eins og konurnar hefðu sagt, en hann sá þeir ekki. Þá sagði hann við þá: Og þér heimskir og tregir í hjarta, til þess að trúa öllu því sem spámennin hafa talað. Átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýrð sína? Og hann byrjaði á Móse og öllum spámönnum og útlæði fyrir þeim það sem hann í öllum ritningunum. Þeir nálguðust nú þorpið sem þeir ætluðu til, en hann lét sem hann vildi halda lengra. Þeir lögðu þá fast að honum og sögðu: Vertu hjá oss, þegar kvölda tekur og degi hallar. Og hann fór inn til að vera hjá þeim, og svo bar við, þegar hann satt til borðs með þeim, að hann tók brauðið, þakkaði Guði, braut það og fékk þeim. Þá opnuðust augu þeirra og þeir þekktu hann, en hann hvarf þeim sjónum. Og þeir sögðu hvor við annan: Brann ekki hjartað í okkur meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur ritningunum. Þeir stóðu samstundis upp og fóru aftur til Jerúsalem. Þar fundu þeir þá 11 og þá með þeim voru samankomna, og sögðu þeir: Sannarlega drottin upp risin og hefur birst Símoni. Hinir sögðu þá frá því sem við hafði borið að veginum og hvernig þeir hafðu þekkt hann þegar hann braut brauðið. Nú voru þeir að tala þetta, og þá stendur hann sjálfur meðal þeirra og segir við þá: Friður sé með yður. En þeir skeldust og urðu hræddir og hugðu sjá anda. Hann sagði við þá: Hví eru þér óttaslegnir og hvers vegna vakna efasemdir í hjarta yðar? Lítið á hendur mínar og fætur, að það ég sjálfur. Þreifið á mér og gætið að. Ekki hefur andi hold og bein eins og þér sjáuð að ég hef. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og fætur. Enn gátu þeir ekki trúa fyrir fögnuði og voru furðu lostnir. Þá sagði hann við þá: Hafið þér hér nokkuð til matar? Þeir fengu honum stykki af steiktum fiski, og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Og hann sagði við þá: Þessi merking orða minna, sem ég talaði við yður, meðan ég var enn meðaliðar, að rætast ætti allt það sem mig ritað í lögmáli Móse, spámönnum og sálmönnum. Síðan lauk hann upp huga þeirra að þeir skildu ritningarnar. Og hann sagði við þá: Svo skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á 3. degi, og að prédika skuli í nafni hans öllum þjóðum iðrun til fyrirgefningar synda, og byrja í Jerúsalem. Þér eru vottar þessa: Sjá, ég sendi fyrirheit föður míns yfir yður, en verið þér kyrrir í borginni, uns ég ríklaðis krafti frá hæðum. Síðan fór hann með þá út í nánd við Betaníu, hóf upp hendur sínar og blessaði þá. En það varð meðan hann var að blessa þá, hann skildist frá þeim og var uppnuminn til himins. En þeir féllu fram og tilbáðu hann og snéru aftur til Jerúsalem með miklum fögnuði, og þeir voru stöðugt í helgidómunum og lofuðu Guð.